ég fæ svo mikið feedback frá svo mörgum að því að oft ert þú sjálfur þinn versti óvinur þegar kemur að svo mörgu, sko. Já, Að þú oft hugsar verra jafnvel sjálfa þig heldur en aðra og það er bara þannig. Það er reyndar annar bara ábyggilega með stærri þáttum sem að fólk má taka til sín, alveg sama hvort það er fyrirtækjastur eða hvað það er. Þú verður að hugsa sjálfan þig. Ef að þú ætlar að fara að sigla skipi og þú getur ekki beygt stýrið einu sinni, skilurðu, þá er það ekki að fara neitt, sko. Sigurjón Ernir, stofnandi Ultraform og ultrahlaupari. Já. Velkomin í þáttinn. Takk kærlega fyrir það. Kannski byrjum aðeins á því. Hvað þýðir það að vera ultrahlaupari? Últrahlaupari, þetta er að verða breiðara og breiðara með hverjum deginum hjá okkur, sko. Þetta er náttúrulega orðið svona hálfgalið, svona sérstaklega maður fann að fylgjast með svona eins og bakgarði og margt fleiri þar sem fólk er verið að hlaupa 400-500 kílómetra, bara eins og þú sé ekkert sjálfsagðara líka við, sem alls ekki er náttúrulega þannig, sko. Þetta fólk er náttúrulega, já, bara byggt úr einhverju öðru, það er alveg ótt að segja það, því ég mun sem aldrei komast þessa vel í svona bakarskepni, að bara ég verð það stífur og styrður og fleiri þeimdur. En últrahlaup er rauninni kannski þegar talað meira en maraþon í utanvegarhlaupi, að þá ertu komin inn í það sem kallað svona últra. Þó svo sumir vilja segja að það sé 100 kilometrar, en ég held að flestir sé nú sammála svona að pluss maraþon utanvegarhlaup sé últrahlaup í rauninni. Já, þannig allt sem að fer yfir heil maraþon sem sagt 42 kilometra. Algjörlega. Utanvegar. Já. Ok. En hvernig, núna ert þú og rekur hérna Ultraform, þar sem eru bæði með sem sagt líkamsræktarstöð hérna í Reykjavík og Akranesi. Já. Hvernig er þetta svona öðruvísi heldur en hefðbundin líkamsræktarstöð? Já, það er náttúrulega alltaf eitthvað sameiginlegt með öllum stöðum. Flest náttúrulega byggir þetta á að byggja upp úthald, styrk, samhæfingu, jafnvægi og margt fleira hjá fólki. Þannig ég segi alltaf svo lengi sem fólk stundar bara einhverja hreyfingu, þá er ég sáttur, sko, og ég vil meina svona að styrktarþjálfun sé algjör lykill að heilsu, fjölbreytt styrktarþjálfun, að það sem við erum að vinna með kannski þessa þætti sem að eiga til að dala, sérstaklega á eldri árum, sem er svona styrkurinn, samhæfingin, jafnvægið og fleiri þindur, og svo oft endar á því að við kannski dettum og lendum á mjöðminni og brotnum og þá erum við oft mjög fljóta að fara. Svona þegar við erum komin þá svolítið eldri árin, sko. Og þess vegna myndi ég segja mitt að fjölbreytt styrktarþjálfun, hún svona tekur saman þessa mikilvægu þætti sem er styrkur, samhæfingin, jafnvægið og bara liðleika vinna alltaf líka. Og þú veist, að því eins og þú segir að ég er mikill hlaupari en hlaup er mjög einhæf hreyfing. Já. Það er bara staðreynd, sko, og þú veist það sjálfur, hafandi verið svolítið í hlaupum og svona, að þú veist, þetta er svolítið bara hægri vinstri og þú ert ekki að nota mikið kannski alla þessa vöðva og hreyfingar sem þú notar í þinni daglegu rútínu, hvort þú ert að lyfta upp barninu eða bera innkaup á poka eða eitthvað tengt vinnu, sko. En ég myndi alltaf segja að styrktarþjálfun samhliða, alveg sama hvort þú ert að hlaupa eða hjóla, synda eða hvað það er mjög mikilvægt, sko. Já. Hvernig fólk er það sem er að æfa í stöðinni hjá okkur? Já, það er einmitt mjög góð spurning og það er það sem ég vildi í rauninni gera og ég er mjög ánægður með að ég opnaði í rauninni ekki Ultraform fyrir en ég opnaði það, eða við, sérst fjölskyldan, þetta er náttúrulega fjölskyldur ekki fyrirtæki, að ég var búin að vera náttúrulega bæði lengi í hlaupunum og búin að fara í gegnum mjög margt. Ég byrja náttúrulega svolítið bara að lyfta sjálfur, svo fer ég verið í bootcamp og er áfram alltaf að lyfta og fer ég að hlaupa bara sjálfur svolítið samlega því og svo að keppi í kjölfarið. Var búin að fara í gegnum námskeið og olympískum lyftingum, þannig ég var búin að prófa crossfitið og var búin að prófa rosalega mikið og allar þessar tilraunir veittu mér svona ákveðin skilning bara líkamsrækt heilt yfir, sko. Og þegar öll að botnin hvolft þá vill fólk í rauninni bara, þú veist, það vill líða vel, það vill vera á æfingu sem það getur gert. Þannig að ég sá strax svona þessar tæknilegu flóknu æfingar, mjög þungu æfingar, þó svo mér þótti þetta gaman á þessu elítu leveli kannski, að þá er þetta kannski ekki það sem að massin er að leitast eftir. Þú veist, þau vilja fá fjörið, þau vilja fá náttúrulega einmitt, eins og við töluðum styrkin, samhæfingun og allt þetta. Jafnvel vinna þessi liðleika, við vinnum oft svolítið í liðleika í loka æfingar. Þannig að það er eitthvað sem ég horfði svolítið í og ég vildi að bara dóttirinn, mamman og amman getur verið öll á sömu æfingunni, skilur. Og þá er rauninni bara svolítið skalað kannski út frá sér, en það þýðir að við vorum kannski ekki að henda í
þú veist, snurun og jafnhending og svona þessar flóknu æfingar og sama kannski handstöðu, pressur og muscle up og eitthvað sko. En þetta var meira svona þessar einföldu æfingar, stíga upp á kassa, þú veist, arbegur og svo geturðu létt í rauninni allar þessar æfingar sko. Já. En svo erum við náttúrulega með fullt af þrektækjum og mikinn fjölbreytileika, sandpoka og bjöllur og hlaupabretti og þrekhjól og allan pakkan sko. Já, þetta alls sko. Þeir eru með sko, með hlaupahóp og svo eru með hópatíma og svo nýjasta nýtt Hyroxið. Já, algjörlega. Hyrox náttúrulega verða algjör bomba sko. Já. Í rauninni sko byrjar Ultraform náttúrulega bara með hlaupafjárþjálfun. Hlaupafjárþjálfun sem ég byrja með sko, mér langar að segja bara 2010-11, eitthvað svoleiðis. 2010-11? Nei, það verður aðeins kannski. Ég fer Laugaveginn 2011 og nú bara manni ekki hvort ég var byrjaður þá eða ekki sko. En það var búið að rúlla í nokkur ár og það í rauninni varð grundvöllurinn að Ultraform. Að það í rauninni, ég hef alltaf verið svona kunnað að fara með pening þó ég segi sjálfur frá, ég er ekki mikið að eyða í óþarfa og spreða peningum í rauninni. Þannig allt sem ég safnaði í rauninni gegnum hlaupafjárþjálfuna fór bara í baukinn sko. Og í rauninni var draumurinn einmitt, nú erum við í íslenska drauminum, að það var að gera eitthvað svona einmitt, opna hóptímastöð, en í rauninni sko þegar við opnum, þá fannst mér ekki vera á þeim stað að fara að opna, skilur. Mér fannst ég ekki vera komin á þann stað í lífinu sko. En að því sögðu þá það, held ég, með svo rosalega margt að þegar fyrsta barni kemur eða hvað það er, þú ert í rauninni aldrei alveg tilbúin sko. Nei, þú bara verður að taka því sem kemur og vinna út frá aðstæðum sko. En ég myndi samt segja að ég hafi heldur betur verið tilbúin. Þarna var náttúrulega komin svolítið aur í bankan, þannig að við gátum í rauninni, við keyptum húsnæði sem við erum með í Kirkjustett og erum núna að flytja yfir í Gylfaflötuna í Grafarvogi. Í hátt í 5-falt stærra húsnæði, þannig að það er rosalega stórt skref fyrir okkur sko. Og með alla svona þessan skilning sko, og svo maður kannski bæta því líka við að ég var búin að vera að vinna í sportvörum sem sportvöruverslun og vera að selja í rauninni öll tækin og tólin, ketibjöllunar og handlóðin og alveg við hlaupaskón og allt þetta, þannig ég var líka komið þá reynslu í bankan sko. Þannig að það líka við ef eitthvað bilar í stöðinu þá nánast get ég vita hvað að gera bara sjálfur, skilur. Það er mjög gott. Já, þannig að með þannig skilning á hreyfingu, skilning á fólki, því ég var búin að vinna með fólki í gennum hlaupafjárþjálfuna og náttúrulega líka verið að prógrammera svona styrktaprógram og margt fleira. Að eins og segi, þá held ég að þessi tími til að opna var bara svona akkurat sko. Ég hefði ekki viljað gera þetta 4 árum fyrr, þá hefði þurft að læra svo mikið meira á leiðinni sko, og ég byrja ekki á fleiri veggi og þó ég segi sjálfur frá þá eiginlega hefur ekkert skeð síðan að við byrjuðum Ultraform sem hefur komið virkilega óvart, þannig að eiginlega allt hefur verið svolítið bara í takt við það sem mig grunaði að það myndi gera, skilur. Í rauninni eina sem hefur kannski verið komið óvart er hversu hratt við stækkum sko. Að því Ultraform átti bara að vera þannig lítil hóptímastöð í Kirkjustjættinu og þetta átti bara að vera 12-14 manns í hóp, bara þægilegt, skilur. En svo bara eins og þú kannski þekkir að þú veist að það er svo erfitt að stoppa þegar keðjuverkunum byrjar sko. Já, en hvernig er það sem þú talar um að er ekkit svona sem hefur komið kannski óvart í reksturinn sjálfum? Varstu þá búin að skipuleggja eitthvað langt fram í tíma, varstu með einhverja skýra stefnu? Já, ég held að sé alveg óvægt að segja þó ég hafi nú aldrei skrifað kannski beint dagbók um það eða haldið utan um það, þá er ég mjög skipulagður bara einstaklingur og hvort sem það er að takast á við ultrahlaup eða bara þjálfun eða endurheimt eða hvað það er, þá er ég mjög skipulagður og útpældur með mjög margt. Og ég passa mig mjög mikið að halda mig innans ákveðin ramma og fara hérna ekki of mikið út fyrir hann til þess að rugga bátnum mér hérna ekki allt of mikið sko. Og sem dæmi þá er ég að tala um bara ég er ekki að fara að missa of margar nætur í slæman svefn. Ég er ekki að fara of mikið út af mataræðinu og svona fleiri og ég er ekki að fara að missa, taka 2-3 vikur þar sem ég æfi ekkert, skilur. Þetta bara gerist ekki hjá mér sko. Sem að í rauninni skapar svolítið góðan grunn að því að vera góður að reka fyrirtæki á svo margan hátt sko. Því ef að eitthvað fer að klikka þá verður þetta bara svona domino-effekt að þá myndu lendi í einhverju vesinni sinna mér, skilur. Og það er sama, þú veist,
með stækkun á fyrirtæki þó að ég sé engin fyrirtækja snillingur sko að þú veist, það eru mjög margir held ég sem að stækka of hratt held ég og kannski mistökin sem margir eiga til að gera er að ætla að taka allt á kassan sjálfur sko. Já, Og það er annað með ultraformin sem er kannski gott að koma inn á. Ég var aldrei að fara að reka ultraform sjálfur eftir að við opnum hóptímastöð. Það var aldrei inn í myndin að ég væri að fara að þjálfa allt og ég var að fara að prógrama þú veist, ég reyndar prógrama allar æfingar í hlaupum og styrk, en ég var aldrei að fara að þjálfa alla tíman alltaf allt sjálfur skil. já, Það var aldrei inn í myndinni sko. Og í rauninni var skrefið tekið frekar til að róa mig í lífinu og geta æft meira, verið þú veist, meira með fjölskyldunni, leikið mér meira og gert meira það sem ég langaði að gera, sem hefur algjörlega gengið upp sko. já. Hvernig, þar sem þú varst hérna og segist hafa verið að vinna í sportvörum á undan, Já. er það að þú ert að vinna í sportvörum áður og þú byrjar að bjóða upp á sem sagt þess að hlaupa fjárþjálfun? Já, ég byrja þar sko, ég er rauninni byrja í sportförum samhliða í því að ég er á Laugavatni í íþróttafræðinni. Þannig er ég að vinna mér sér líka í járnblendinu, í vaktavinnu og ég man alltaf þegar að Eyþór heitar hann sem á sportvörur var að spyrja mig þetta hvort að, og í rauninni eina ástæðan fyrir hann fór að spyrja mig hvort ég vildi sérst, koma að vinna var bara áhugin minn á dótinu sem maður meðskilur, þú veist, ég hafði það mikið náhuga, ég var bara fann að vikta hvort að bjölluna var í lægi og stanginar og þú veist, ég var bara all inn í þessu sko og eins og hann viss ábyggla, þú veist, það er ekki sjálfgefið að finna einstaklinga sem að brenna svona rosalega mikið fyrir ákveðna hluti sko. Já. Og það er það sem við pössum okkur upp á í okkar teimi að allir okkar þjálfarar hafa verið bara komið út frá áhuganum þeirra á hreyfingunni og ultraform og allt þetta sko. En ég ákveða bara, ok, þú veist, að því ég var í vaktavinnu líka í járnblendinu, þá svona fannst mér þetta bara að vera ómikið eins og þú veist, ég get kannski komið eitthvað en ekki mikið sko og þannig byrjaði þetta bara hægt og rólega og svo náttúrulega jókst þetta og svo bara endaði þannig í fullri vinnu sko. Já, það vatt bara upp á sig. Já, eins og með svo margt í lífinu sko. Já, það er enda alvöru hérna obsession að vera vikta ketilbjörn og að tjekka hvort að lóðin sé ekki rétt. Já, ég var all in í þessu sko og náttúrulega var mjög mikið í ólympísku lyftingum og mér fannst eitthvað svona, þetta eitthvað öðruvís en ég var að gera þarna og svona þá bara tjekkaði á því hvort það væri gjörgulega rétt sko. Já, það er mjög gott. En hvernig eins og þetta í dag að þú segir að þú vildir ekki hérna lagði mikið upp með þetta að byrja með, að vera ekki of fastu sjálfur að vera að kenna alla tíma, þetta eru oft svona grundvallar mistök sem að flestir gera þegar fara að staði fyrirtækjarekstur, er að þeir setja sjálfa sig svolítið vilja gera allt sjálfur og eru svolítið ómissandi þar leiðandi. Þetta er rétt orðið sem þú sagði og þetta er það sem Eyþór til dæmis sagði við mig þegar ég var að vinna í honum að mikilvægt þess að þú mátt ekki verða ómissandi. Já. Og það eru mjög margir því miður sem eru þannig að þau bara get ekki farið frá fyrirtækin af því að þau eru annarkvort ekki með rétta starfsfólkið, þau eru ekki með traustið til að láta einhver með þú veist sjá bátinn skilur með þau fara frá og þú veist ef þú getur ekki farið erlendis í viku með fjölskyldunni þá ertu bara ekki á besta staðnum held ég sko. Nei. Þetta er mjög mikilvægt að vera með fólk í kringum því og þú veist eiginlega allir sem eru núna í okkar þjálfara teimi að ég geti eiginlega bara rétt líklan á stöðinni, það fara í reisu í hálft ár, þið sjáu bara um þetta skil. Þú veist ég er þannig fólk vill ég hafa í kringum og þannig fólk er í okkar teimi sko. Já, einmitt. En hvernig hefur hvað hefur verið ferðlega að komast á þann stað af því að það er náttúrulega ekki sjálfgefið að fá rétta fólkið? Það er mjög góð spurning. Hluti af því er kannski að vera svolítið mannglöggur og kunna lesa svolítið í fólk og ég tel mér nú alveg vera svona þokkalega í því og ég til dæmis sem er reynda mjög gott fyrir þjálfara þó ég sé seint að segja ég sé einhver besti þjálfari heimi sko að svona þú veist sjá bara þegar fólk kemur í fyrsta tíma þú veist hvernig líður þeim skilur þurfa að vilja að fá nálgunna frá mér eða ekki, þú veist, vilja þau litla athygli, mikla athygli, kunnaði æfingarnar og allt þetta og þú getur verið mjög fljótur að sjá þetta og margir þjálfarar kannski hjá okkur hafa komið bara úr með tópatími sko. og það sem ég bara sé þú veist, ég sé áhugan, ég sé agan og það er mjög einfalt ef þú ert með einstakling sem mætir á æfingu og þú sérð bara hvað hann vill gera betur þá er hann bara spot on geggjar einstaklingur í vinnu í bara 95% tilfella sko. Það er bara þannig að því að ef þú virkilega brennur fyrir eitthvað og hefur áhuga á því og ég sé það bara, ok, ég sé bara veist, hvernig reyfir sig, hversu langt hún langar að ná og allt þetta að
eiginlega passar alltaf, skilur, þú veist, Já. það aldrei sem ég hef komið með einhvern í okkar teymi og svo bara, hann var bara ömurlegur starfskraftur, sko, þú veist, það allavega hingað til hefur það ekki skeð, sko. Svo lengi sem fólk hefur á því sem það er að gera. Já, algjörlega, en svo náttúrulega, þú veist, allir mismunandi að upplægi, skilur, þú veist, fólk getur verið að díla á alls konar í lífinu og svoleiðis og þá náttúrulega hefur maður bara fullan skilning á því, sko, en svona í vinnunni þegar kemur að því að þjálfa að standa á gólfinu og sína, skilur, þá myndi ég segja við sem er mjög gott teymi, sko. En hvernig er svona eins og núna eru þið í ákveðin svona bara stækkunarfasa, eru það að fara yfir í nýtt húsnæði og væntanlega eru það að fara að bæta við eitthvað töluvert fleiri viðskiptavinum og tímum. Hvað er svona mest krefjandi í því ferli og hvað liggur svo áskorun? Já, ég talaði um þetta áðan að ég væri svona ábyggilega skipulagður heldur en margir gera sér grein fyrir og margir pæli og í rauninni, sko, ef við stækkum sem dæmi úr 20 manns í tíma í 49 stöðinni, að það er ekkert öðruvísi við þjálfunar pælingan hjá. Þú veist, við munum fjölga í bjöllum, handlóðum, tryggtækjum og allt þetta í takt við fjöldan, en allt annað helst nákvæmlega eins. Þannig allir þjálfararnir sem eru semst að koma yfir nýju stöðina, þau vita nákvæmlega hvað þau eru að fara að ganga. Þetta er bara nákvæmlega sama kerfi og við erum að nota. Og við notum nákvæmlega sama kerfi í bænum eins og Akranesi og í rauninni með þess að hlaupa fjarþjálfun líka að þá er ég bara með 3 erfiðleika stig, en efsta stigið er rauninni bara sömu æfingar og ég tek sem góður utanvegar últra hlaupari og keppa fyrir hönd Íslands í heimsmeistaramótum hér og þar, sko. Þannig að, þú veist, hvað viltu í hlaupum? Sennilega viltu komast eitthvað nálægt því allavega, sko. Þannig að ef ég er að gera þetta og ná x góðum árangri og þú vilt ná sama árangri, þá virkar fórmúlan, en þú ert ekki að samastæði, þá ferðu bara í minna erfiðleika stig og svo jafnvel bara minna erfiðleika stig, sko. Því að, þú veist, fórmúlan að mjög mörgu tengt hreyfingu og heilsu, það er oft mjög svipað, sko, þú veist. Hvernig þetta virkar, sko. En svona rekstarlega sé fyrir ykkur, þetta er væntanlega tölvöru kostnaður sem að fylgir þessu. Algjörlega, ég er náttúrulega mjög heppinn að Símona, eiginkonan, að hún sem sagt klára master í fjármálum fyrirtækja. Þannig að hún bara passar mjög vel inn í það og hún er mjög skipulög þegar kemur að, hún sér um allar áskriftir, reikninga, bókhaldsmálin, svo erum við með annan bókara sem er líka með okkur. En sem betur fyrir er hún mjög klár í því og ég bara tala svolítið mikið við hana bara, þú veist, hvernig er staðan hjá okkur, þú veist, hvað situr eftir, hvað getum við gert hérna og svo bara skoðum við húsnæðið, sáum hver leigan var sem var náttúrulega talsvert meira en við erum borgað núna og við sáum bara, ok, þú veist, við ráðum við þetta á þeim stað sem við erum í dag. Mér þykir mjög ólíklegt að við séum ekki að fara að bæta við okkur fleiri viðskiptavinum þegar við tökum skrefið, skilur, sem þýðir að það kemur aðeins meiri innkoma. Þannig að, þú veist, ég er mjög hissa eins og hérna einn góður sagði, if it's not a hell yeah, it's a no. Þetta var svolítið hell yeah, skilur, að taka skrefið, sko. Einmitt. En hvernig er eins og svona, þú veist, þegar þið eru að fara yfir í nýtt húsnað og náttúrulega eru með hópatímar væntanlega aðal sem að eru að bjóða upp á. Já, það er mjólkurbúinn. Svo það nýja er þetta Hyrox. Já. Sem að lofa mjög góðu. Algjörlega. Við erum mjög Hyrox lík æfingakerfi í rauninni, myndi ég segja. Sem dæmi þegar ég fer í mína fyrstu Hyrox-keppni þá enda ég öðru sæti og í annað frekar en þriðja skiptið að þá næ ég í rauninni tíma sem að, þú veist, kemur mér í eiginlega topp 15 elítur í heiminum í Hyrox, sko. Og þú veist, að því að bara ég hef þjálfað í rauninni ómeðvitað bara nákvæmlega fyrir þetta fyrirkomulega þannig. Að því að Hyrox finnst mér alveg geggjað, að því að Hyrox eru æfingar sem að hjálpa þér svo mikið með þín bara lífsgæði, þú veist, styrkur, úthald, mikilvæg styrktaræfingar, þú veist, þú ert að taka wallball sem að hnébeygja niður og svo sprengir upp, þannig þú ert að vinna með allt kerfið, þú ert að taka framstig með sandpoka sem er náttúrulega bara eitthvað, þú veist, mjög góð æfing, íta sleða, draga sleða, þú veist, bóndaganga með 2 bjöllur sem er bara eins og að fara í innkaupabúðina og bera hluti eða bera barnið þitt eða hvað það er, skilur. En þetta eru allt æfingar sem að þú ert í rauninni að nýta mjög vel í þinni daglegu rútínu, sko, og svo er alltaf kílómetri hlaupa á milli, sko. Það er alltaf kílómetri hlaupa á milli. Já, þannig að, þú veist, ef við kannski rænum bara örstuð yfir þetta fyrir fólk, að þá er þetta rauninni, þú veist, 8 sinnum 1 kílómetri hlaup
og grein annar á milli 1000 metra skíarg sem svona skíðagöngutæki. Næst það ítasleða sem að getur verið mjög þungur fyrir þá sem í próflokk sem svona efsti flokkurinn. Þú dregur sleðan, svo ferðu í burpee broad jump sem mjög erfið æfing. Þá tekur þess að burpee og fólk þekkir það, leggstu niður í svona arbeigju og svo hoppar áfram. Já. Og þannig ferðu svona ákveðin ring sem að alveg 70 burpees með hoppi sko. 1000 metra róður og róðravél, svo tekur bóndagöngu 200 metrar með 232 kg bjöllum sem alveg góð þyngd, framstig með sandboka sem 30 kg í þessum próflokki en 20 fyrir opniflokk og endar á 100 volból og alltaf hlaupið á milli sko. Hvað svona tíma það ekki á þessu? Sko þeir bestu í heiminum í próflokki á 52 eitthvað sem að alveg skuggalegu tími. Ég sjálfur í próflokknum hef farið klukkutíma og 30 sekundur og ég prófaði opinflokk núna í fyrsta skiptið sem rauninni þá bara aðeins minni þyngdir, fór þá 58-57 lentir endar í smá bakslægi með bakið, ég með smá djöful að draga þar eins og svo margir með eitthvað en bara mjög sáttur með þann tíma sko. Þannig að svona ég myndi segja að þú ert komin undir mjög nálægt undir klukkutíman, þá ertu bara í toppnum þannig að sko. Já. En svona meðalmaðurinn, hvað hann? Já, meðalmaðurinn, það ábyggilega svona 1,5 tími. 1,5 tími, sem telst bara fínn árangur. Já, ég myndi segja að það væri bara mjög fínt sko. Já. En svona, meðalmaður það kannski að því að flesti sem þannig að hafa einhvern grunn sko, en þú ert með einstakling sem hefur engan grunn í greinunum og þá ábyggilega 2 tímar sko, en svona út frá því að einstaklingur sé eitthvað búin að undirbúið sig fyrir keppni, þá myndi ég segja kannski 1,5 tími eitthvað svolítið sko. Já, einmitt. En hvernig svona í rekstunum hjá ykkur með ultraform, svona lykillinn að rekstunum myndi ég halda að væri að hversu vel þið náðu að halda viðskiptaðinu hjá ykkur, séu ekki að sjá ómikla svona viðskiptaðinu veldu? Já, það sem náttúrulega gerist og maður vill að gerist svona með hóptímastöð að það að mynda svona ákveðið samfélag og bara svona hálfgerða fjölskyldu þannig. Og það kannski eina svona sem að maður stundum hræðist við það að stækka að svona þessi fjölskyldu stemming dett út sko. En ég hef litlar áhyggjur af því að það sem við erum líka að fara að bæta í nýju stöðinni ef allt gengur upp að þá verðum við með flotta sánu, sennilega bæði venjulega og infrarauða, köldkör og teygju aðstöðu, sérst bara teygjusalur uppi og svo niðri verður bara flott kaffivél og svona sófi sem við getum sest í og þannig ég held að þessi stemming verði bara ennþá meiri. Því að núna í stöðinu okkar þá eiginlega bara þegar að einn hópur búinn þá bara verður hann að fara út þannig að næstu komist inn sko, þú veist það þröngt hjá okkur sko. Þannig þetta verður svolítið þægilegra flæði þannig í stöðinni sko. Og pluss náttúrulega mikið meira rými fyrir þó sem við sem jafnvel að fjölgum helmingi hópatími þá verður samt meira rými í salnum, hann bara það stór sem við verðum að vinna með sko. Hvað þetta, segirðu margir fermetrar í heildina? Við erum að fara núna úr sko 100 fermetrum og það að vera salurinn kannski bara með 75-80, þannig það ótrúlega hvað við höfum látið ganga vel með litla aðstöðu sko, en þetta mjög skipulagt allt og við erum að fara í 430 fermetra hús núna. Já, það góð stækk. Já, heldur betur sko og bara flott útisvæði líka og svoleiði sko. Já, einmitt. En já, ég myndi segja að lykillinn sé það sko að fólki náttúrulega bæði viltu að því líði vel þegar það kemur, þannig það finnst að vera bara velkomið í hópinn, þú vilt að það fái góða nálgun og nærveru frá þeim sem tekur á móti sem þá þjálfarinn náttúrulega sko og svo náttúrulega ef hann leitar vill einhverja frekar upplýsingar eitthvað þá náttúrulega leitar hann yfir til mín eða Símon Jöbel sem stjórnendur og svo náttúrulega framkoma nærvera þarf að vera líka í lagi sko. Já. Þannig að já, svo kannski mjög góða punktur í þessu líka sem að svolítið mikilvægur og margir mættu taka til sín og ég hef oft verið að svona grínast með og segja við Símonu að það stundum þarf manni líka bara að vera svolítið drull sko. Já. Það svolítið, þú veist, það svo mörg svona kannski lítil atriði sem komu þegar öllur á botni hvort skipta jafnvel engu máli í rauninni, þú veist, þú átt ekki að gera mál úr öllu sem gerir sko. Það svolítið margir sem eiga til að mikla bara alla hluti fyrir sér sko, sem segjum bara hjá þér að það springi hérna á bílnum hjá og þú ert einhvers staðar út á hálendi með fullan bíl af fólki, hvað ætlar að gera skilur þú veist, þú bara leysir þetta og þú fer ekki að
deyja úr einhverju stressi eða pirringi eða eitthvað skilur og það svo margir sem eiga til að vera með svolítið stuttan þráð þannig skilur Já, og ég myndi segja að ég sé með svona þokkalega gott jafnægi þegar kemur alls konar svona málum skilur og auðvitað, maður hefur lent í alls konar í stöðinni skilur Já. og flesta því hef ég bara taklað með rosalegri ró þannig að sko. Já, vera góður að díla við vandamál og Já, leysa. og bara meira segja alveg og það alveg ætti að segja frá því að við lentum í aðtvikju bara þegar við vorum að byrja þá vorum við að setja upp stöðina og vorum með rekka sem voru með bjöllum og handlóðum og í rauninni var bara ekki komið nógu mikið í rekkan þannig hann var svona frekar laus sko og svo var einstaklingar sem að voru stundum að taka í rekkan svona eða voru kannski að fara í gólfið í sit-ups eða eitthvað svo leið sko Já. og svo skeður eitt skiptið að hann tekur rekkan og tósar hann yfir sig og annar sem að liggur með honum sko og fá ketilbjöllur beint í fangið bara en sem betur fyrir voru þetta bara sterkustu einstaklinganir í stöðinni sko þannig að þeir þolduðu þetta alltaf vel og sá ekkert á þeim mikið en eitt svona en hefði verið já, þú veist, létt og lítil kona þannig þá hefði þetta geta endað ultraform sko. Já, geta verið svakalegt. Já, og þú veist, og það var náttúrulega bara rafmagnað andrúmsloft þegar þetta skeður og það held ég ekkert margir sem að hefðu kannski haldið haus þarna í þessum aðstæðum sko. Nei. En ég svona bara labba rólaðins, spyr hvort það lægi og svo, þú veist, lögum við hilluna og svo bara hægt og rólega bara svona, heyrðu, þetta skeði, þú veist, þetta er búið að eiga sér stað, það í lagi með það og ætlum bara að halda áfram með æfinguna og ég fekk mér þess að skilabóð eftir þetta hvað, þú veist, ég náði að tækla þetta vel sko, því að eins og ég segi, það voru allir bara, þetta var rafmagnað andrúmsloft þegar þetta átti sér stað sko. Já. Og mjög margir sem hefðu bara mistað sko og svo meira sem hefur lent í því að það hefur komið sjúkrabíl í stöðina hjá okkur, skilur, að hvort það er mjög slæmt blóðsykufall eða eitthvað svona og þá þarf maður bara að kunna halda rósinni og það er svona þetta últra held ég eðli sem hefur hjálpað manni með þetta sko að takast á og vera rólegur í erfiðum aðstæðum sko. Já, þetta er bara partur á reksturinn. Já, algjörlega og annað dæmi bara að dóttir okkar fekk einu sinni hitakrampa og þannig vissi ég ekki en ég Símona hvað það var sko og hvernig ég brást við fannst Símonu eiginlega bara svolítið galið sko af því að ég var henni bara alveg slakur sko á meðan hún svolítið fór hinna leiðina sko en þú veist hún vil meina ég hefði kannski átt að vera svolítið þú veist æstari eða eitthvað skilur en ég bara labbaði rólega með henni út og sagði bara hringdu í 112 og þú veist segðu mig hvað er að segja og allt þetta skilur og þú veist þetta er mjög mikilvægt að þú kunnir að svona stjórna þínu tilfinningu svolítið sem kannski vantar svolítið í okkar nútíma samfélag þar sem allt er alltaf á 100 sko. Já, en hvað svona myndirðu segja að væri rólegur að eðlisfæri þá? Já, ég held að allir myndir nú svona taka þokkalega undir það sko en að því sögðu þá get ég keyrt mig í gang og verið snar vitlaus þegar á því þarf að halda skilur þú veist. Já. Ef þú ert að keppa hliðina á mér í Hagráksbraut og þá er ég ekki rólegurinn skilur þú veist. Fólk jafnvel bara hálf hræðist mig þegar maður er komin í þann ham skilur en þú veist aldrei neitt slæmt eða eitthvað svoleiðis sko. Nei, bara þegar maður þarf að vera í gangi þegar maður er í gangi sko. Já, og það kannt í rauninni að temja dýrið í sjálfu þér. Já, það er svolítið mikilvægt að kunna svolítið á það sko og líka bara þú veist að átta sig á því að þegar þú fær tuskun í andlitið þú veist þá bara þarftu rólega að taka hann af átta á því bara hvað skeiði og hvað ætlar að gera sko þú veist. Já. Að þú veist maður er lent í því hlaupu mörgu sinnum að vera svo orkulaus bara að maður getur varla stíð í fótinn sko og þá bara þarf þetta að stoppa þess og veist, þetta er ekkert endilega búið þú þarf kannski bara aðeins að ná þér og aðeins að næra þig og sitja kannski aðeins niður og svo bara kannski eftir 30 mínútur ertu bara komin í geggjaðan gír aftur sko og þannig er svolítið lífið að þú fær alls konar tuskur í andlitið eða hraðhindrun á leiðinni en það þýðir ekkert að það mun enda því, þú bara aðeins að ná áttum og svo bara aftur á stað sko. Já, partur af ferðalaginu. Já, heldur betur sko. En hvað hefur þú verið að hlaupa í mörg ár sjálfur? Ég er rauninni sko byrja að hlaupa samhliða körfubolta ábyggla bara því að ég var í svona 9. bekk og þannig bý ég hjá ömmu minni og það er nú kannski annar svona þáttur í allri minni vegferð að svona mín æsku uppeldi er svona talsvert frábrugðið mörgum öðrum sem að kannski líka hafa, þú veist, slípað með aðeins til og gert mig svona nokkuð agaðan og sjálfsvörnin og allt þetta sko. Já, byrja að hlaupa þannig ábyggla bara í 9. bekk, hvað maður gamall þá, 15 ára eitthvað leys. Já, 15 ára, þá svona bara sem í rauninni
bara til að bæta árangur minn í körfuboltanum sem ég var í þarna sko. Og svo fljótlega fer maður svona, þannig var maður líka byrjar að lyfta. Ég kannski byrjaði full snemma að lyfta of þungt og mikið, af því að það er bara með þessa unga stráka í dag að það er, og kannski var ennþá grimmar hérna í þá tímana sko, því núna er náttúrulega svo mikill snjallsímavæðing og svona, það er ekki alveg mikill áhugi kannski á því eins og var, en maður veit það ekki alveg, að þá náttúrulega var svona þessi vöðvafíkn í gangi, að bera þú veist hver tók mest í bekknum og hver var með stærsta bæsepinn og allt þetta skilur, og maður var svona svolítið all in bara í þessu og svo bara hver tók mest í restöðuliftinu og allt þetta. En já, en hlaupinu voru svona bara svolítið til að bæta árangur í körfunni og það var ekki fyrir kannski 2011 þegar ég fer fyrst Laugaveginn, alveg jarðaði sjálfa mig þar sko, að þá í rauninni byrja maður kannski að fara svona meira tengt, þó maður sé ekki atvinnumennsku eða atvinnumaður en nokkur nálægt í eins og maður kemst hérna á Íslandi, að þá svona byrjaði maður að fara svolítið út fyrir ramman svolítið sko. Já, en hvernig var 2011 þegar þú tekur Laugaveginn í fyrsta skipti, hvernig var svo upplifun? Það var bara hrikalegt sko, bara á allan hátt að sko, þegar að lengsta hlaupi fyrir Laugaveginn var hvort hann náði 20 km eða 21, hvort það var hálfmaraþon. Þannig það náttúrulega voru fyrstu mistökin og maður hefur náttúrulega öðlast ótrúlega skilning á hlaupum, vera búin að vera keppandi mitt bara og fara í ferðið með landsliðin og allt þetta bara í langa tíma núna að þú veist, ef þú ert að hlaupa hlaup sem er 53 km og hefur lengst farið 20 km, það er full mikið bil þannig á milli sem er svolítið óvissa í rauninni sko. Og það er bara þannig sem ég segi fólki, ef þú ert að æfa fyrir 10 km Reykjavíkurmaraþoni og þú ferð 10 km einu sinni eða tvisvar fyrir keppnina, þá veistu bara í hausnum að þú getur farið 10 km sko. En svo þú ert komin í 55 km Laugaveg þá kannski ert ekki að fara slíka æfingu. Nei. En að fara allavega myndi ég segja bara helst 3-4 æfingar sem að eru frá 33 upp í 40 jafnvel maraþonið í Vegalínd sko. Já. Bara að segja við sjálfa þig og þjálfa líkamann í að þola Vegalíndina og þannig náttúrulega þoldi ég bara engan veginn Vegalíndina. Ég laðist að með súkkulaðirúsinur og hélt að það væri rosalega góð hugmynd sko og var með hérna kammelbak í, sko ekki einu sinni hlaupapoka heldur bara í bakpoka í rauninni bara, litlum bakpoka sem að stútan hérna lá hérna yfir bara öxlina á mér sko og svo náttúrulega, þú veist, ég laðist að með 3 lítra í því. Já. Og því ég var búin að drekka kannski lítra af vatni og ég er nú ekki mikið talsmaður þess að drekka allt of mikið af vatni í hlaupum, af því að þegar þú ert að innbyrða hvort það er næring eða drykkur, þá viltu eiginlega bara fá inn orku, þú vilt fá söltin, þú vilt fá jafnvel einhver steininu og fleiri þeimdur. Þannig var ég bara í vatninu eftir ég var búin að drekka einmitt svona lítir og kannski komin, ég man ekki 15-20 km, þá stíplast kammelbakinn og ég kláraði hlaupið með 1,5-2 lítra á bakinu í hérna bara vatni sko. Góð auka þyngd. Já, góð auka þyngd en drakk nú eitthvað að drikkja stöðum en náttúrulega súkkulaðirúsinnar, ég áttaði mig fljótt á því að þegar ég fór að setja súkkulaðirúsinu upp í mig og reyna að anda og halda mig hlaupandi að þá náttúrulega gekk það mér bara ekki upp sko, þú bara kafnar eiginlega sko og þannig vissi ég ekkert, þú veist, ég hef aldrei tekið orkugel skilur og þess vegna það er oft mikið þægilegt þegar þú tekur geli þá bara getur þú kynkt í og svo er öndunin eðlileg sko. Eða mitt, þú veist, bananabita og drikkjastöða hvað það er sko, þá bara kyngjur þið niður og svo bara heldur áfram sko. En súkkulaðirúsinu komið svo vel í rútinu og leiðinni heima, þá náði ég að narta í þær og klára þær sko. En þegar ég kem svo og ég náttúrulega bara er búinn eftir 20 km þá er ég bara búinn í hlaupinu, algjörlega og ég var að hlaupa þannig að með og eftir Svala, Kaldárún og ég horfði bara fótinn á hann, bara hægri, vinstri og ég gat ekki hugsa neitt sko, þú veist að ég var bara alveg farin og þegar ég kem bara autopilot. Já, bara autopilot, algjörum sko, ég skil ekki ennþá í dag hvernig ég kláraði hlaupið og þegar ég kem í mars sko, þá ég svo hvítur af ég svitna mjög mikið missi mikið af söltum heldur í hlaupum og ég fundi það að ég bara þarf að taka inn mikið af söltum og ég var það hvítur bæði bara líkamannum með saltrækjur út allt og náttúrulega bara eins og draugur í framan líka sko, ég var bara settur í stól bara komið með töflur hérna í hann bara og það var bara ég þú veist, hefði raun átt að fá vökva í æð en ég held að það hefði kannski ekki verið kannski byrjað nóg mikið á því þarna að þegar maður hljóp svo Laugaveginn í annað og þriðja skipti þá var bara æðaleikurinn tilbúin allt þetta en var bara klárt. Já, en ég þori ekki að fara með það, kannski var það hana sko en ég allavega fekk það ekki þetta skiptið en hafði
haft mjög gott að því sko. Já, en hver var svona hugsun þarna 2011 að ákveða sem sagt búin að hlaupa hálfmaraþon Já, að fara í Laugaveginn svo beint á eftir? hugsunin var í rauninni bara það sem ég kalla Íslendingin í dag. Við Já, Íslendingar eru rosalega góðir að fá hugmynd, en þeir spá ekkert endilega hvað felur í sér að framkvæma það og hvað felur í sér að undirbúa það og hvað felur í sér að komast vel út úr því, skilur. Þannig að ég heyrði bara Laugaveg og það væri erfitt hlaup og það væri erfið áskorun, bara let's do it, skilur. Þú veist, ég var þannig fullu í bootcamp og var farin að stíga alveg vel út fyrir þægindraman og bara talinn nokkuð harður í horn að taka, skilur. já, Og bara leita þetta sem skemmtilegustu áskorun og ætti nú að vera lítið mál, ég var ágætur að hlaupa sko, þú veist, það var ekkit meiri hugsun en þetta sko og Nei. þannig bara, þú veist, myndi ég segja bara það algjör vanvirðing við hlaupið, að fara í hlaupið svona illa undirbúin já, og það er oft sem að margir eða sumir með kannski taka til sín að þú ert að fara í stóra og mikla áskorun og bæði kannski undirbyrðið ekki nógu vel og gerir það ekki grein fyrir hvað þú ert að fara út í að þá er það ákveðin vanvirðing við bara áskorunum, skilur. já, Að því að þú veist þá oft kemur og klárar hlaupið og þetta var ömulegt og þetta var glatað og það er stimpillinn sem hlaupið fær, skilur. Já. Það nei, þú veist, þú þarft að setja þann stimpil kannski á þig bara, skilur, því að þú gerðir svo margt. horfa inn á við. Já, en að því sögðu auðvitað getur fólk lent í öllu, skilur, ég hef farið fullkomlega undirbúin í áskorun og átt bara hrikalega lélega keppni, skilur, þú veist, það bara gerist á bestu bæjum, sko. Já, En þú veist, maður hefur lært ótrúlega margt núna á leiðinni, skilur. já, en hvað svona fór í gegnum hausina þér í þessu hlaupu, veist, það er oft talað í hlaupum og veist, fyrir fólk sem hefur til dæmis ekki hlaupið maraþon áður, svona góð leið til að kynna sjálfu sér, þú Já. ert einn með þínu megin hugsun. Þarna sko var ég tala stundum um taka sálir að það er hermi eftir David Goggins að þá þegar þú gerir eitthvað í rauninni sem er bara það ótrúlegt að fólk horfir á því og þú tekur sálin úr þeim sko og sem dæmi þú veist ef þú ferð út í sjóin að vetralagi og svo er fólk að labba gangstéttin í kuldagallanum og horfir á því skilu þá tekur þú sálin í þeim sko og þarna eiginlega tók ég bara sálinu sjálfur mér sko og það var bara þannig að ég hugsaði ekki neitt ég bara, þetta var svo mikið högg í andlitið bara í rauninni bara því lík skita sko að þú veist að fara í þetta vitandi ekkert og nú er ég hér algjörlega búinn og þú veist ég fann krampa einkenni alveg hægri og vinstri og eina sem ég gæti hugsa var bara hægri vinstri ég man ekki svona hvernig leiðin var sko, ég horfði ekki í kringum mig Nei. ég bara hugsaði bara hvernig á ég að komast í mark skilur þú veist það var en þetta er svo eina hlaupið sem hefur verið svona slæmt á þennan veg skilur þú veist, eftir þetta náttúrulega var maður strax betur undir búin og vissi að koma að fara út í en þetta er bara svo margt í lífinu þú veist að þú tekur einhver skref og þú veist ekki alveg hvernig það er en yfirleitt hefur einhver hugmyndum það þarna hafði ég eiginlega bara enga hugmyndum skilur að ég hafði aldrei hlaupið og raunin bara ekki einu sinni það mikið utanverð, þú veist, jú, maður er með grunn úr því að vera að smala í sveitinni og í fjörunni og eitthvað svona og það hefur náttúrulega skilað mig kannski að það stað mikið sem ég er í dag líka, hvað maður er góður að fóta svo allt það, en aldrei hlaupið á fjöllum eitthvað fram og tilbaka og svo leiði, sko. Nei, einmitt. En hvað er svona öðruvísi í dag með þetta hlaupanum 2011, vantilega búin að bæta tölvert í undirbúningin? Já, algjörlega. Hvað er svona öðruvísi í hlaupinu sjálfu kannski? Það er kannski eitthvað sem að tengja bara við svo margt í lífinu og einmitt atvinnurekst og allt þetta, það er bara að því oftar sem þú gerir hlutin að því náttúrulega bæði kannski einfaldara verður það, því sjálfsagðara verður það og því betri myndu verða í því og að því sögðu að þú verður betri í hlutunum að þá myndu fara að skoða í kringum því hvað get ég gert ennþá betur til að verða ennþá betri skilur og það eru svona þessar fínpússeringar og kannski að mastera þetta útfærslu plan á hlaupinu sem að geri þig betri heldur en einhvern annan sko. Og sem dæmi, þó ég segi sjálfur frá þá er ég ofta sigra hlaupara í utanvegarhlaupi sem eru mikið hraðari hlaupara en ég sem í rauninni kemur kannski mestmegnis á útfærsluna hlaupinu það kemur alltaf inn að það ég er góður að fóta mig upp og niður og allt þetta en ábyggilega bara mestmegnis ég bara veit svo vel hvernig á að útfæra þetta hlaup út úr þessar hækkun út úr þessum dreikjastöðum út úr þessu viðværi og allt þetta skilur. All þessar þættir sem kom inn í
Þegar þú ert að hlaupa bara 10 km á götu, það bara mjög einfalt. Það bara hægri vinstri og svo kannski ein smá brekk á leiðinni, skilur. Já. En í utanvegarhlaupi getur verið með 100 brekkur á leiðinni, getur verið með mjög erfitt og krefjandi undirlag í hlaupi, getur verið með alls konar veður, getur stundum alltaf verið að hlaupa í myrkri og fleiri, getur verið mikinn hita, mikinn kulda, þætti sem að bara mjög gott að kunna á og vera undirbúin fyrir, sko. Já. Og það hluti af þessum kuldameðferðum, sánameðferðum og allt það sem ég að gera líka, sko. Já, út mikið í sánunni. Já, algjörlega og það kannski annað líka sem að tengist inn á að hafa svona þessa innri stjórn, að það að þú verður meistari í því með því að fara í ótrúlega erfiðar aðstæður reglulega. Það bara þannig. Já. Að ef ég í miðjum Laugavegshlaupi, ef við bara höldum áfram með það sem dæmi, ég ætti náttúrulega að vera að tala um Akrefjall Ultra eitthvað okkarhlaupum hérna, skilur. og og ég orðin alveg orkulaus og það kannski slemt veður eitthvað svona og auðvitað það mikið árið að þú æsist allir upp hvað á ég að gera, skilur. Ég að geta klára hlaupið eða eitthvað, skilur, og þá þú verður, það ekkert annað í boði. Þú verður að ná stjórn á aðstæðum til þess að klára þetta, skilur. Já. En í dag erum við svo oft í aðstæðum sem við getum bara hætt, sem svo slæmt. Ef þú ferð á æfingu í vörklass og þú ert að hlaupa á brettinu eða lifta sjálfur og það slæma dag, það bara hættur. Það bara heimskil, það ekki náttúrulega mál. Og stundum, algjörlega, á þá bara stað og stund að þú átt kannski bara að gera. Ég hef stundum tekið æfingu og fyndi bara, ég hef ekki verið að taka æfingu núna, bara óþreyttur eða eitthvað, skilur. En lífið ekki alltaf þannig, skilur. Nei. Ef þú ert að skipta á banninu og það nýbúið á kúka og þú ert gjörsamlega búin að því og þreyttur og sofandi og svo kúkar aftur, ætlar það bara að hætta og fara frá banninu? Nei. Þú klárar bara verkefni, skilur. En bara, random dæmi, skilur. Og ef ég fer í hvort það kalda sturtu eða kuldan, það kemur rosalegt sjokk á líkamann. Já. Og það hugsaði bara, ég veit sjokki kemur, svo ætla ég bara, ég ætla að óna þetta sjokk, skilur. Já. Ég ætla að mastera þetta og ég ætla bara að rústa þessu, skilur. Og þetta svo mikilvæg þáttur að það gerist eitthvað eins og bara átt sér stað þannig í stöðinni eða hitakrampinni á lífi eða hvað það var. Ég bara ónaði dæmið, skilur. Þannig en ég var, adrenalín allt í gangi hjá mig og ég hefði getað fríkað út og bara hlaupið í burtu, skilur. En það var ekki boði. Alveg eins og í hlaupunum, sko. Einmitt. Hugafarið við að vera að gera hlutan sem veist þú átt að vera að gera, en þeir líður kannski ekki eins og langi að gera það. Algjörlega. Í augnablikinu sjálfu. Já, og það svo oft þannig hjá fólki, líkaminn ekkert að segja alltaf það besta til að gera þig að besta aðlanum að sjálfu þér, sko. Nei. Ef það mikið að gera í vinnu og þú ert þreyttur og langar að fara heim, skilur, og langar bara að fara að sofa, stundum það bara ekki í boði, stundum það bara að klára vinnudaginn eða eitthvað, skilur, alveg svo með hlaupin og allt þetta, sko. Og saman þú ert að taka erfiða æfingu og þú ert orðið mjög þreyttur og þú ert búið með 3 sett en á 2 eftir. Besta sem þú getur gert fyrir sjálfa þér að klára þessi 2 sett og bæta 1 setti við í viðbót. Já. Það bara stærðin, skilur. Því að þú munt geta það. Það alveg klárt mál, en þið langar ekki að gera það. Nei. Og þetta með svo margt sem að fólk, hvort við erum að tala um matar eða föstur eða eitthvað, bara nei, þetta var ekki fyrir mig. Ég er bara með leikinn úr. Já. Á okkur alltaf að líða vel, eða? Nei. Í þínum fyrirtækja rakstri hérna, líður alltaf vel? Nei. Aldrei, ekki aldrei líði vel heldur en það ekki þannig að þið líði alltaf vel, sko. En það málið að þú vilt vera að vaksa á einhverju sviði, þá þarf þetta að vera tilbúin að vera óþægilegur í einhver tíma. Já, og það það sem ég segi ofta, að þú munt aldrei upplifa hámarsvelliðan nema að þú farir í vanlíðan. Já. Það bara svoleiðis. Ef þú ætla bara að sitja upp í sófa og borða bara sætan og góðan mat og horfa á skemmtilega þætti og allt rosalega gaman alltaf, skilur, það verður ekkert alltaf rosalega gaman. Nei. Það mun koma illilega í bakið þér, sko. Það nefnilega málið, sko. En hvernig hérna, eins og þú talar og mikið í sánu og svona, ertu mikið að stunda kalda potta, kalda sturtu líka? Já, algjörlega. Og ég fann það, sko, ég góður að finna það sem að hjálpar mér að ná ró í rauninni. Af því að það sem líka mín rauninni bara virkar þannig að því meira sem þú æsir í kerfinu, að oft því meiri ró fylgir í kjölfarið, sem að þú ábyggilega tengi við, sko. Og fólk finna bara að það eru ábyggilega 95% hlustendur sem hafa farið í sánu og kalda, sem áreiti og svo aftur áreiti. Hvað kemur þá? Það kemur veljan. Það engum sem líður ömulega eftir svona meðferð sem dæmi. Nei. Og
ég rauninni finn þetta sko þegar bara fljótlega eftir að dóttir okkar kemur í heiminn og svefnin var ekkert alltaf sá besti og við vorum náttúrulega byrjuð þannig með fyrirtæki og bara mikið að gera og alls konar og þá fann ég bara alltaf því ég fór í kulda á kvöldin eða eftir annarsaman dag mikið á fótum og eitthvað svona þá Já. væri bara allt annar, þá væri Já. bara geggjaður sko. Bara þú veist, hjálpaði með bólgunar leið bara betur, fá þetta þú veist, kortisol sjokk sem að hjálpa þér svo að ná í rauninni betri veljan og svo sama bara með sánuna skilur Já. að þú veist, og svo náttúrulega eru ótal margir líkamlegir ávinningar sem eiga sér stað í kulda og hita, þó við kannski förum ekki í það allt sko, en það er líka bara til að einmitt hraða endurheimtinni byggja mig upp sem bara einstaklinga á allan hátt skilur, að það er svo margt gott sem fylgir þessu. En það er aðalega þetta bara, og gott dæmi þetta er bara góðu félag minn hérna Beggi Óla og hérna Guðlaugur sem er að æfa hjá okkur í stöðinni sko. Gulli hann var að vakna alltaf áður og kom á morgunæfingu jafnvel fyrir 5, brjótandi klakan á ísbæðinu til að fara onni áður og mætt á æfingu skilur. Já. Þannig er hann að taka mína sál sko. Þú veist, Einmitt. og þú veist það er þetta, þegar þú er komin hingað hver ætlar að stoppa þig, þú veist, hvað stoppar þig? Já. Hvað er erfitt í lífinu? Það er ekkert erfitt. Er eitthvað Nei. erfiðar en að brjóta klakan klukkan 4:30 nóttina að fara onni hann? Það er ekkert erfiðar í þinni rútínu skilur. Nei, Og í dag lifa á þenni tímum og fólk stoppar rauðu ljósi og það bara, það jarðar þau skilur. já. Það er stuttu þráður. Einmitt. Ég hef einmitt verið að vinna með síðustu árun að byrja daginn á ískaldri sturtu. Byrja daginn á einhverju krefjandi eitthvað sem þú vilt ekki gera og leða upp búin að gera það. Já. Byrja á kaldri sturtu og svo byrja rúmið þitt. Já. Þá byrjar svona að stakka svona litlum sigurum. Já, algjörlega. Sem að hjálpa þér í gegnum daginn sko. En að því sögðu vill ég líka að fólk miskilji ekki, þú veist, ég er alls ekki alltaf að og það er annar mjög mikilvægur punktur tengt fyrirtækjarekstur og svo leiðis. Þú veist, þessi hugmyndi að fara bara harkita sér og vinna og þú getur bara sofið svo bara þú er döður sko. Já. Þá bara myndu verða fljótlega döður skilur. Það er ekki flóknara það sko. Nei. En þú veist, ég tek alveg, ég passa mig á því að ég sem dæmi reyni ég bara að leggja mig á hverjum einasta degi 15-20 mínútur sko. Og það er bara til þess að bústa sérstaklega endurheimtina sem íþróttamaður. Leggur þið þá yfir daginn? Já, borða kannski bara hádegismat sem er yfirleitt á fyrsta máli dagsins og svo leggja mig kannski milli svona yfirleitt kannski 1-2 eitthvað á því tímbili, þannig það er ekki að hafa áhrif á nætursvefnin, en þá tek ég kannski 15-20 mínútur og bara eins og nýr eftir það, gjörsamlega. Okay. Þú veist, þetta er bara ekki þreyttari? Þreyttari? Nei, ekki þú tekur þennan rétta glugga. Já. Að þú vilt ekki fara í þennan deep sleep eða REM sleep eða eitthvað svoleiðis, þú ert bara rétt svo að bústa kerfið og svo vaknar skil. Þegar þú leiður komin í klukkutíma þá ertu bara komin inn í miðjan svefnhring sem þú vilt ekki. Þú ert bara rétt svo að bústa kerfið, það er svona bara svona mestalega kannski 20-22 mínútur, það má ekki vera meira en það sko. Nei. Annars getur þú bara farið að rugla kláli í öllum svefninum kvöldið sko. Einmitt. Og þú veist, og við erum orðin það og við sjáum þetta bara svo vel, ég vísa oft bara svo mikið í börn sko. Hvað gerist ef að barnið fær ekki að leggja sig, það náttúrulega leggur sig aðeins oftar út og það er kannski talsvert meira í gangi líkamni á þeim, en hvað gerist ef barnið ef þú sviptir að svefni? Það verður brjálað, gjörsamlega brjálað. Hvað heldur þú að gerist í okkur ef við, að því við gefum okkur það að við náum kannski ekki alveg 100% góðum svefni eins og mjög margir er að gera í dag og þú fer svo sviftaði líka að við erum eina dýra á jörðinni sem að svifti sér svefni þegar það er þreytt eða hvíld öllu heldur. Já. Og það er galið. Af því að þegar þú hvílir þig, þá lagar þú allt. Og í dag er, þú veist, bara ábyggla 70% af fólki sem lappar hérna á landinu, það er með eitthvað bilað smá í kerfinu hjá sér. Og er það að huga því að leggja sér meira eins og krakkinn til að bústa ónæmiskerfi og allt þetta? Nei. Það er bara ganga og svo bara meira kaffi og orkudrykk og halda innhjólinu gangandi. Já, þú veist, það er ekkert skrítið að þú veist, mjög margir sem ég veit sem eru með fyrirtæki eða jafnvel ekki fyrirtæki, bara að vinna í einhverju öðru fyrirtæki, er í börnátti. Já. Þú veist, Ísland er bara orðið land börnátts held ég sko. Keyra sig bara í gegnum daginn. Þetta er bara eins og segja, þetta er Íslendingurinn. Bara allarleið, en það er ekki verið að spá í nákvæmlega hvernig við ætlum að gera hversu góð hugmynd það er eða hvað sko. Nei, einmitt. Þannig og svo það annað, þú veist, eins og tengt með atvinnurekstri, þú veist, ok, þú eignast einhvern pening og hvað? Þú ert alltaf vinnandi. Hvað ætlar að gera við peningi? Þú ert ekki fyrir eigðan. Það er ekkert frelsi. Nei, þú getur ekki farið til útlanda því að þú tristir einhverjum til að vinna með þér, skilur þú veist. Einmitt. Þannig að þetta er bara grunnurinn öllu að vera með fólki í kringum þig, þannig að jafnt fjölskyldu sem bara samstarfsfólk sem að þú getur treyst og stólað á, skilur. Já, en hvað svona í dag hjá ykkur með hérna ultraform,
hvað svona markmið með reksturinn, þú veist, til hvers að vera í rekstur og talar að þið langa alltaf að draumurinn að vera með hópatíma. Algjörlega. Draumurinn var alltaf að opna litla hóptímastöð með svona smá veitingar horni. Já. Þannig að geta í rauninni hjálpa landanum með heilsunni bæði tengt hreyfingu, jafnt sem næringu. Því að þetta náttúrulega grunnur, þetta svefn, hreyfing, næringurunni sem að svona þessir 3 þættir sem að við stjórnum rosalega mikið, sko. Markmiðið hjá mér hefur eiginlega bara alltaf verið að hjálpa sem flestum sem ég get hjálpað, sko. Já. Að því að segja, ég hef átt mismikinn pening tengt því að ég hef þurft stundum þegar ég byrjaði með Ultrahome á fyrsta tímanum að þá þurft ég að eyða miklum pening í það, skilurðu, svo eignaðist maður aftur pening og nú að fara að eyða aftur miklum pening í að stækka, þannig að mér eiginlega sama hvort að peningurinn með auka 0 fyrir aftan eða ekki, skilurðu, svo lengi sem að maður á bara salt í grautin og hefur það sæmilegt sem að við höfum, sko. Já. En já, markmið mitt bara að búa til samfélag þar sem að fólk heilsuhraust og hefur áhuga á og horfir á bara með aðdáunar augum, bara heyrðu, þarna vill ég vera. Ég vil að fólk horfi ekki bara á mig eða mína fjölskyldu, heldur bara alla sem í stöðinni, svona vill ég vera, skilur. Já. Ég vill vera í þessum geggjaða hóp, geggjaða samfélagi, gerandi þessar flottu æfingar sem að hjálpa með úthaldi og styrkinu og jafnvægingun og allan pakkan. Þetta það sem ég vill, sko. Já, geta haft jákvæð áhrif á það. Já, í rauninni, sko. Og og það bara það sem ég fengið í gegnum Instagram í öllum þessum áskorunum sem ég hef verið að gera, og ég hef náttúrulega svo sem tala líka mikið mataræði og alls konar svoleiðis pælingar líka, sem fólk hefur oft tekið til sín og farið jafnvel að apa eftir og prófa og ég fengi bara ábyggilega 10 skilaboð þar sem fólk hefur sendt mér bara, heyrðu, þú eiginlega bara bjargaði lífi mínu, sko. Ég var bara komin á þann stað með leið ömulega, ég hvíldist ömulega, ég sá bara enga tilgang með lífinu. Og fór ég bara að prófa þetta og þetta og þetta og þá bara ég bara allt annað maður í þetta, sko. Já, einmitt. Það náttúrulega alveg ómetanlegt að fá svolítið skilaboð. Nei, algjörlega, og þetta oft bara hvaðin, heyrðu, já, þá held ég áfram, skilur, ég veit ég að gera eitthvað rétt, sko. Já. Og þess vegna sem svo mikilvægt að ég hef verið með líka sem alltaf bæði podcastið og svo svona lífstílsþjálfun, það sem ég reyna að hjálpa svolítið fólki með allan pakkan, að því að það svo auðvelt að dragast með öðrum út í bara það sem normið og það sem eðlilegt. Dragast bara í meiri óhaldlustu að því að allir á vinnustæðan með vinni að gera það, eða dragast í minnka hreyfingu, það fullt af fólk sem ekki að hreyfa sig mikið og svo allt í lagi að vera bara eins og þau, skilur. Já. En þegar þú ert umvafin alltaf fólkinu sem að gera akkurat hitt og heyrir alltaf söguna frá þeim, ég kannski með 10 manns á námskeiði og ég heyri frá þeim öllum hvað þau að finna mikinn mun á sér. Orkan betri, ég fann að sofa betur, ég fann að hreyfa meira þegar mér langar að hreyfa meira. Þá helst ég alltaf á toppnum í þessu, skilur. Já, einmitt. Og þú veist, þess vegna svo auðvelt fyrir mig sem vinnandi við þetta og keppandi og æfandi og allt þetta. Ég fæ svo mikið feedback frá svo mörgum að því að oft þú sjálfur þinn versti óvinur þegar kemur að svo mörgu, sko. Já. Að þú oft hugsar verra jafnvel sjálfa þig heldur en aðra og það bara þannig. Það bara staðreynd. Já, og það einhver annar bara ábyggilega með stærri þáttum sem að fólk má taka til sín, alveg sama hvort það fyrirtækjastur eða hvað það þú verður að hugsa sjálfan þig. Ef þú ætlar að fara að sigla skipi og þú getur ekki byggt stýriðinu sinni, skilur, þá það ekki að fara neitt, sko. Nei. En þú verður að vera í lagi, sko. Af því ég hef unnið með mikið af fólk sem náð mjög langt í atvinnurekstri, af hverju klikkað allt, bara þegar þau klikkuðu. Þannig ef þú klikkar, þá alveg sama hversu geggja teimi í kringum þig. Ef ég sem fullkomdæmi, ef ég myndi núna bara í bullandi burnout og tómt tjón, skilur, Ultrafarm væri ekkert að fara að sigla áfram þessa leiði sem sennilega að gera, sko. Nei, einmitt. Þetta mjög mikilvægt, sko. Setja sjálfa sig í fyrsta sæti í öllu. Í rauninni, sko. Já. Það bara þannig. Af því að það alveg sama hverju þú hvort að sinna konunni eða barninniðinu eða ömmuðinu eða afaðinu eða hvað. Þú ert aldrei að fara að gera ef þú ert hálfur maður, sko. Nei. Þú ert að sinna sjálfum þig fyrst, sko. Já, svo get ég gefið að þér. Já. En hvað myndir þú segja þegar kemur reksturinn sjálfum að sé svona styrkleikar sem að þú kemur með? Hver er svona þínu styrkleikar? Það oft kannski sem að eins og segja maður og erfitt með að segja
eða finna það sjálfur sko, það væri nú betra aflega um til að spyrja kannski mína nánustu vini eða kærustu, eða eiginkonu eða eitthvað svo leið sko. Ég held að það sé nú bara þetta, þú veist, þetta í jafnvægi, skilur, stöðuleiki. Ég held að það sé ábyggilega lykillinn. Já. Að þú veist, ég held að fólk viti það getur alltaf leitar til mín og ég alltaf ákveðin klettur, skilur. Þú veist, það aldrei það mikið að gera að ég hef ekki tíma til að svara einum eða neinum og ef að einhvern tíma það hafi átt sér staða þá ábyggilega hef ég bara ekki séð skilaboð hjá viðkomandi, sko. Nei. En þú veist, ég sem tengist aftur inn á það, ég bara pæli það mikið í sjálfum mér upp á svefnin og endurheimtina og allan pakkan að ég get gert það, skilur. Já. Og það eins og ég oft talað að þú veist, ef að ég í nógu góðu standi og fjölskyldan nógu góðu standi, þá get ég farið að aðstoða aðra í kringum mig, sko. En ég ekki að fara að gera það með allt niður mig, sko. Nei. Og það bara nákvæmlega það sem að ef við förum aðeins í það, þó að hérna, við skulum kannski ekki fara djúpt í það sem við erum að gera í samfélaginu. Að við erum að hugsa allt og alla aðri í kringum okkur en við erum með allt niður okkur sjálf. Já. Og það alveg saman hvort við horfum á heilbrigðiskerfið eða einhverjar geðstofnanir eða hvað það þú veist, þú fær kannski ekki inn fyrir eftir 3-4 ár og ég var að tala við félaga minn núna bara í hlaðvarpi sem var í aðgerð og hann var sko látið bíða fram að gangi og var þar í einhvern tíma svo var hann settur inn í eldhúsið og var þar liggjandi á einhverjum börum sko. Já. Þú veist, þetta staðan í heilbrigðiskerfinu hjá okkur sko. Og hvernig gengur að laga sjúkdóma hjá okkur? Ekki neitt, við lögum eiginlega bara ekki neitt. Setjum bara plástur á sárið og höldum áfram, skilur. Einmitt. Þannig að þú veist, það líka klárlega mjög stórt markmið hjá mér að það væri geggjað að geta snúið við þessari hugmyndafræði. Því ég sé hversu mikið þú getur gert og lagað bara með heilsu, sko. Já. Þú veist, bara eitt stutt og gott dæmi að það kom einstaklingur til mín sem að sagði að reyna allt. Hann var búin að skipta rúmi hjá sér, hann var búin að tala við alls konar sérfræðinga, lækna, hitt og þetta og bara, þú veist, hann bara var alltaf að upplifa einhver orkusveiflur og ég held að vera með myglu í húsinu og allan pakkan, sko. Ég var búin að tala við hann kannski svona í 4 mínútur, hitt hann sérst í hádegismannsbýrunni og búin að spjalla á hann örstutt og ég sagði, kalli minni, þú ert bara í bullandi blóðsykur óreglu allan daginn og það sem þú ert að gera, þú ert bara að taka mataræði og þú ert bara alveg að strauja það, sko. Já. Hann var búin að vera á 2,5 viku á námskeiði hjá mér. Hann var sérst að koma á námskeiði, hitt hann aðeins undan námskeiðinu og það hætti hann að skila bara gögnum. Ég sagði bara, á hverju þú hættur? Því ég skil þetta núna allt. Það var allt eiginlega búið að lagast. Svefnið var komin, exemin, bólurna voru farnar. Allt sem hann var að díla við, sem ég held að væri hitt og þetta og engi gætt sagt honum, var bara tengt í sem hann var að borða. Já. Og hvernig hormónin og blóð hérna sykurinn og allt saman hæði sér í takt þetta, skilur. Og eina ástæðan fyrir ég vissi þetta að ég var búin að gera þetta sjálfur. Já. Og það vandamálið við til dæmis bara eins og heilbrigðis fólki hjá okkur veistu marga læknað eitthvað sem hafa pröfað sér áfram með alls konar í mataræði eða í hreyfingu eða þú veist með blóðsykur eða eitthvað, skilur. Engin sem ég veit sko. Nei, hafi ekki reynslaði sjálfur. Það svona fólk ofta að leita til mín bara, heyrðu ég hérna með svo slæman, þú veist, gigtarsjúkdóm eða ég með þetta og ég hugsa bara, þú veist, af hverju eru það að leita til mín? Og svo náttúrulega bara átt að maður sá því. Það engin annar sem búin að þú veist, koma með og ná sér í þessa þekkingu sem ég hef, skilur. Já. En að því sögðu það náttúrulega bara tilraunir sjálfur mér. Ég ekki að vera Google skólar og hérna finna ykkur rannsóknir og eitthvað svoleiðis, sko. Ég bara finni þetta á einn skynni því ég prófaði þetta og ég fór með þessi álagspró og ég mældi insúlín og hormón og allt saman, skilur. Þetta var bara niðurstaðan og þetta, getur verið að þetta sé bara eins hjá öllum öðrum. Og bara já. Ef við gerum þessa breytingu hjá 100 manns þá eiginlega bara lott og bingo í öllum, sko, þú veist. En hvernig breyttu þessu hjá sem aðalega varandi mataræði? Í rauninni það sem var í gangi á honum að hann var bara bæði með að borða þannig að blóðsykurinn hjá honum var bara svolítið stjórnlaus yfir daginn. Þannig hann var að borða mjög mikið af oft jafnvel snauðum matvælum, mjög lítið af próteinu og fitu og jafnvel lítið af trefjum sem það sem heldur blóðsykurinnum svolítið jöfnum. Já. Og það þannig að þú tekur það út úr myndinni sem að ég gerði, að því ég prófaði að fara henni á bara hákolvetna mataræði og borða mjög mikið af kolvetnum og mjög lítið af prótein og fitu og hvað heldur ekki maður? Ég fór að upplifa allt sem að allir að upplifa og þá skildi ég þetta svo mikið betur, sko. Að því ég skildi, oft hugsaði ég bara af hverju allir í tómu tjóni, skilur? Hvað í gangi hérna? Þannig að bara, nú skil ég það, að því ég var það.
Ég fór að vakna á nóttinni, ég var vakandi kannski klukkutíma, 2 klukkutíma, ég gat ekki innbytt mér yfir daginn fyrir bara 5 ég hætti að geta lagt mig, geta ekki lagt mig yfir daginn lengur og svo bara hugsaði bara, hvað í gangi? Sett á mig blóðsykurmæli, getur keypt í dag bara sílensandi mæla sem að mæla bara hvað í gangi og þá var ekki það sko að ég borðaði máltíð og kannski blóðsykur fór upp og niður sem að hefur ákveðið svona orku högg á líkamann, þetta gerði þetta kannski 3-4 sinnum eftir eina máltíð, af því að það var ekkert sem að hafði stjórn á blóðsykur sem staðan í dag. Við erum borðandi svona næringasnauðan mat að það ekkert sem að heldur þér stabílum. Og leið og ég gerði þennan einstakling stabílan, þá lagaðist allt. Og þannig erum við öll bara, skilur. Og við erum náttúrulega bara, við erum eina dýrið á jörðinni sem hefur algjörlega hætt að borða frá náttúrunni. Bara nánast, sko. Bara, þú veist, unnin matvæli 90% bara hjá mörgum, skilur. Sem galið, sko. Við erum á svolítið ekki nógu góðri vegferð þegar kemur að því. Algjörlega, sko. En hvernig svona lítur út, þú veist, rútínan hjá þér bara, ertu með einhverja fasta rútínu? Sko, það sem ég passa náttúrulega eins og með fyrirtækið að ég passa á að sinna mikilvægastu hlutunum sem að ég myndi segja sé mjög gott að allir pæli svolítið í að, þú veist, ef þú ert með mjólkurkú sem mjólkar langmest, þá viltu passa að mjólka hana, skilur, og þá ertu allavega að koma með það í tankinn og þú veist, og það bara, þú veist, ég passa bara að ég hafi góðan tíma til að sinna prógramingu í hvort það hlaupa hjá þarna eða stöðinni og raunir bara passa að allt sé í lagi í stöðvunum og þá þarf ég að hafa tíma til þess að ef að það slitnar TRX-banda eða það eyðileg stöng eða eitthvað, skilur, að ég geti hoppað til fljótt til og græja það. Og ef ég hefði engan tíma að vera alltaf að þjálfa eins og ég sagði, skilur, eða ef svo var í staðan, þá yrði það bara verra og svo verra og verra og verra. En yfirleitt það þannig að ef eitthvað gerist í stöðunni, ég búin að laga það samdægurs, skilur. Ég ekki að segja að það þurfi alltaf að vera svoleiðis, en þannig viltu hafa það. Því að, þú veist, vandamál sem hefur áhrif í kringu sig mun skapa meiri vandamál, skilur. Það verður bara snjóbolti. Og ef að það kemur einstaklingur í stöðunni hjá okkur, hann mjög óánægður, svo kemur annar og annar, ætlar það að finna ástæðan af hverju óánægð eða ætlar bara að láta fleiri vera óánægð, skilur. Þannig þú reynir að laga bara strax, sko. Einmitt hraði. Og þetta það sem ég segi líka við, bara eins og með þjálfun, skilur, þegar þú kemur að þú veist, þú getur þjálfað einstakling með því að fara mjög djúpt í hlutina eða þú getur svona svolítið þjálfað hópinn, skilur. Og við erum hóptímastöð og við þurfum að passa okkur því líka að því að það er mjög mörgum jafnvel sem að líður ekkert allt of vel ef þú ert alveg onni í þeim, sko. Og þú ábyggla myndir bara tengja við að þú værir í 10 manna hóp og ég væri bara að því að þú ert eini sem myndir ekki kunna æfingarnar og ég væri bara að djöflast í þér, þá líður þér bara illa, sko. Og það svo mikilvægt líka að þú kunnir bara að tala yfir hópinn. Ég segi bara, heyrðu, svo þegar við erum hérna, nú stoppa aðeins munið, þegar við erum tökum hnébein og þá gerum við þetta og þetta, þú veist alveg ég að tala við þig. En hópurinn ekki að sjá það sem eitthvað einelti, skilur, og þú ert að tala yfir allan hópinn, skilur. En alls konar svona, þú veist, verkfæri sem þú kannt líka þurft að kunna geta að nota, sko. Passa upplifun viðskiptaðin sé góð. Algjörlega, sko, og ég hef líka alveg þurft að bara stíga inn í bara samtal milli 2 iðkanda sem bara, heyrðu, nú hætti þið, eða bara þið farið hérna út, skilur, þú veist, það verður alls konar komið upp, skilur. Og þú þarft líka geta gert það, þú þarft líka að geta verið, þú veist, það ekki alltaf bara gaman saman og allir vinna, skilur, stundu þarft að vera bara ákveðin og geta sýnt það, skilur, það líka ægi hérna hjá okkur, þó svo að það sé orðið mjög erfitt að fara að sýna það mikið í dag og við erum að fara svo mikið í hináttina. Ég man bara þegar maður var sjálfur að fyrst í búnkap og svona, maður var látin heyra það, sko, og stundum kannski full mikið að því góða, en þetta, þú veist, ég búin að minnka hvernig ég þjálfaði miðað við það hvernig ég þjálfaði þetta, sko, þegar kemur þessum þáttum, sko. En algjörlega, þú veist, ef að eitthvað endurtekis aftur og þá bara hækka ég hans róminn og, þú veist, næ stjórn aðstæðum, sko. En já, það vantar svolítið meira stundum aga hjá okkur, það bara svoleiðis. Með mjög margt, sko. Ég held að það sé bara samfélagi almennt. Já, algjörlega. En hvernig svona, þú veist, eins og koma rútínu sem að tengist æfingum? Maður fór náttúrulega bara yfir einu í annað. Ég, svona eins og þú, finnst mjög gott að byrja daginn á kaldi sturtu.
Já. En reyndar líða því, mér finnst það ekki gott. Það er ömurlegt að byrja að fara í þessa köldu sturtu, en svo þegar þú ert búin með hana, þá er það geggjað, skilurðu. Yfirleitt þá er ég að þjálfa á morguntíma, 1 eða 2 stundum er ég með þjálfara, stundum fer ekki inn í dag þar sem ég þjálfa jafnvel ekkert, sem að ég myndi segja að sé líka algjörlega krúsal, sko. Já. Svo yfirleitt er svona dagurinn hjá okkur er oft kannski talsvert frjálsari heldur en hjá mörgum öðrum, og það er svo margir sem vinna 8 til 4, 8 til 5, en þetta er yfirleitt tíminn alltaf sem að fólk er yfirleitt í vinnu og kannski ekki þá mikið í ræktinni, sko. En við erum með náttúrulega mömmutíma og við erum með hádegistíma og svo byrjum við þannig seinnipartinn. En yfir daginn þá er kannski svona okkar tími hjá mér og Símonu til þess að líka náttúrulega æfa sjálf. Þannig að ef ég er ekki að þjálfa á morgnana þá náttúrulega oft æfi ég bara með hópnum, og það er það sem ég þykir líka mjög mikilvægt að vera með hópnum. Taktu stríðið með stríðsmönnunum, skilur. Ekki bara segja hvað að gera og svo standa bara fyrir aftan alla. Þú þarft líka að fara á vígvöllinn, skilur, og sína hvernig að gera þetta. Já. En það er mjög oft sem það er ekki hægt að klára þessa æfingu. Þá stíg ég fram. Ég ætla að fucking klára þessa æfingu. Klára hana. Já, ég klára þessa æfingu, sko. Bara sem dæmi, sko. En já, svo hérna, við notum mikið náttúrulega sánuna, kærastan, eiginkonan er ekki nógu góð að fara í kuldan. Ég þarf að því ég veit hún hefur gott að því og eiginlega bara meira gott að því en ég, sko. Gott fyrir alla. Já, þetta bara hjálpaði svo mikið með jafnægið og allt þetta, sko. Já, svo náttúrulega bara erum við með hádegishóp og við erum bæði með fyrirtækjaþjálfun og hóp í stöðinni, þannig að sá tími er oft svona svolítið, já, kannski þjálfum inn í mitt hádegi og svo kannski fyrir á spíruna eða borðum heima. Svo reyni ég yfirleitt að taka þessa kríu, en ef það er mikið að gera þá hef ég ekki alltaf tími í það, þannig að þú veist, það er ekki eitthvað sem ég verð að gera, en ég finn bara þegar ég gera það hvað ég er allt annar. Og ég held bara að þú þarft ekki að fara langt aftur í tíma þar sem allir lögðu sig eftir hádegi. Það er ástæða fyrir það, er siesta, skilur, þú veist. Þar sem fólk bara hvíli sig, skilur. Hvort það sofnar ekki, það er kannski annað mál, sko. Svo náttúrulega yfir seinnipartina þá erum við yfirleitt bara byrja hópatímar og þá erum við að gera eitthvað. Þannig að það er svona mesti kannski vinnutíminn hjá okkur er morgnanir og seinnipartin. Það er misjafnt hvort ég taki 1 eða 2 æfingar, það fer ó svolítið eftir kannski hvernig æfingin er. Núna svona aðeins undanfarið þegar búið að vera mikið að gera í stöðinni, þá hef ég oft verið að slá kannski 2 flugur í einu höggi og taka svona hæróks líka æfingu þar sem ég sameina hlaup og styrk. Og það er oft líka mjög skemmtileg æfing bara til að ná inn bæði, að þú veist, sem þú vilt ná inn 12 km, þú vilt ná inn styrk, einhver bara, þú veist, 2 km æfingu, 2 km æfingu, eitthvað svona svipað á hæróksir, sko. Já. Sem að líka bara sérstaklega með einhverju með þér, þá bara flýgur tíminn, sko. En oft líka sem ég tek bara með hópnum og þá kannski stundum tek ég hlaup fyrir og fyrir svo í hópatíma eða eitthvað svoleið, sko. Já. En svo koma líka dagar sem ég tek bara þægilegt hjól í sánu sem er kannski ekkert svo þægilegt samt, en þú veist aðeins öðruvísi sem er svona mjög mikið sjokk á kerfið, sko. Já, en þú ert svona bara mjög duglegur að æfa bara flesta daga vikunar. Já, og ég finn það bara, þú veist, ef ég fer marga daga án æfinga þá bara er ég ekki jafn góður, þú veist, ég er ekki jafn ábyggilega heldur skemmtilegur í skapinu og bara allt þetta, sko. Er eitthvað að þessu rólegar æfingar eða ferðu? Já, ég myndi segja, sko, það er náttúrulega þegar þú ert komin í, þú veist, leiði mig að segja pluss 8 til 10 tíma á viku, þú getur ekki haft það allt í ákefð, skil. Það gengur aldrei upp, sko. Þó þú sért í rosalega góðu formi, sem ég tel mér nú alveg svo sem vera sjálfur, en það bara er allt of mikið, sko. Þú veist, það er bara eins og að vera hérna, já, taka á móti einhverjum sendingum í vinnunni alla daga, alltaf, skilur, það bara er of mikið, sko. Bara tæti líka mann upp. Já. Þannig ég myndi alveg segja, þú veist, að ég er mjög nálægt þessari 80-20% reglu sem margir tala sko. Að því að mjög margar æfingar í ultraform eru bara frekar þægilegar, sko, þú veist, liftingarnar og margt svona, sko, þú veist, við erum ekki alltaf á einhverju brjálæri keislu, sko. Nei, bara jafnt álag. Já, og ábyggilega, þú veist, 65% af hlaupaæfingum er zón 2 æfingar, skilur, zón 1, zón 2, sko, sem er svona nokkuð þægilegt og náttúrulega líka, þegar oft gleymist í þessu, að þú ert að taka gæðaæfingu 5.000 metra, yfirleitt hleypuru jafnvel kannski helmingi meira á svoleiðis æfingu, kannski hlaupa 10 km og helmingurinn af því er bara yfirleitt rólegt, sko. Þú veist, það er uppbytun, það er niðurlag og svo hugsanlega kannski ekki rólegt milli spretta, en þú veist, oft bara þú veist að taka gæðaæfingu, þá var að taka rólæfingu, en þú veist, 60-70% æfingunni var rólegt, þú veist, ekki gleyma því líka, sko, þú veist. En já, sem er líka annað sem fólk má alveg taka til sína, eftir mikil átök viltu taka rólegt tímabil. Já. Að þú veist, það er þetta niðurlag sem að allt og margir eru að vanmeta mjög mikið, sko.
Því að það getur gert helling fyrir því þegar kemur endurinn. Já. Og þó þess að hlaupa maraþon og hef ég stundum farið bara heljarna niðurlega eftir það. Eins og bara, núna þar síðast að þá bara hljóp ég barnahlaupið með dóttur minni og eitthvað eftir maraþoni, skilur, þú veist. Já, aðeins til að ná niður. Já, bara aðeins til að ná manni niður, sko. Einmitt. Þannig að það getur hjálpaði rosalega hreins út sýru og hérna þreytu í vöðum og alls konar svo leiði, sko. Já, en þú nefndir hérna David Goggins áðan. Já. Þannig að það er bara að velta fyrir mér eitthvað svona bækur eða einhver svona podcast sem að þú ert að hlusta á. Já, það er náttúrulega bókin hans sem að hreyfði mikið við mér, sko. Já, Can't Hurt Me með David Goggins. Atomic Habits fannst mér svolítið góð, sem var svo sem mjög mikið í takt við bara svona margt sem að ég sagði, já, ég er svona nokkuð með þetta, ég er að gera þetta, þannig það var margt sem ég tengdi við þar, sko. Bók sem ábyggilega gerði hvað mest fyrir mér heitir nú bara Complete Guide to Intermittent Fasting með Dr. Jason Fung. Já. Og það er ótrúlega hvað það, þegar ég las það og byrjaði svolítið að prófa mig áfram með föstu, það hefur verið svona einn mesti game changer sem að ég hef fundið í mínu lífi, skiljum. Að það bara föstu ástand er algjört viðgerðar og endurheimtar ástand. Já. En já, eins og svo margt annað, það er svo margt í þessum geira, bæði kannski tengt endurheimtinni, mataræðinu, hreyfingun og þetta sem að er bara frekar miskilið og við þurfum einhvern veginn að átta okkur á, heyrðu, þetta var kannski ekki alveg svona, sko. Og sem dæmi bara, við heldum að sykurinn væri málið, við heldum að fitan væri stærsta vandamáli, skilur, og svo erum við átt okkur hægt og rólega, heyrðu, þetta var kannski ekki alveg svona, sko. Og það er bara svona, já, þú veist, það er bara þannig, við sjáum þetta bara svo vel að því ég segi bara, horfðu, þú veist, við gleymum stundum að horfa svolítið í kringum okkur. Þú veist, bæði bara hvað gera kannski önnur dýr, þau eru ofta ekkert mjög frábrugðin okkur, og bara hvað gera börn. Þú veist, börn bara verða að fá sinn svefn. Og ef það er eitthvað að hjá barni og sama hjá, ef það er eitthvað að hjá okkur, ef við erum fótboltinn eða við erum veik eða eitthvað, bara sofa, skilur. Já. Og hvað gerur þú sofandi? Þú ert að fasta, þú fastar. Það er bara svoleiðis, skilur. En við þurfum átt okkur því að svefn ástand er föstu ástand. Þannig þegar þú ert í föstu ástandi, ert í viðgerðar ástandi. Það er bara svoleiðis. Og það þýðir ekki að þú sé lægi að drekka einhver orkudrykki og dæli einhverju bulli, skilur. Þú átt helst bara að vera í bara vatni, hugsanlega svart kaffi, te, eitthvað svo leiðis og gefðu, þú veist, þetta er bara frí frá öllu. Já. Og ég fann það að ekki bara, þú veist, tengt í rauninni líkamlegum endurheimt, heldur bara andlegri. Og þetta er mikið frí frá öllu bara í hausnum að þér, sko. Að vera ekki stöðugt að borða og eitthvað svona, sko. Já, þurfa mat. Já. Og í rauninni, sko, matur og hungur, þetta er bara eitt af misskildasta sem að til er, sko. Að þegar við tökum bara 2 fullkomin dæmi, þú klárar ótrúlegt bara últrahlaup, jafnvel 100 kílómetra með 5.000 metra hækkun. Ertu að deyja úr hungri þegar þú klárar? Nei. Það er bara ekki eiginlega til hjá þér að þú sért svangur, sko. Sérstaklega ekki ef þú ert að hugsa eða tala um eitthvað annað heldur en mat eða eitthvað, skilur, þá bara dettur ekki í huga að fá þér jafnvel að borða. En samt þegar þú mun að eyða kannski 10.000 titæningum. Þú veist, hvernig ertu ekki glórsoltin, sko. Já. Og í podcastinu á mér talaði við mann sem fastaði í 30 daga, heldur hann hafi verið svangur í 30 daga? Nei. Svingd á bara eitthvað sem kom, svo fór það, svo kom, svo fór það. Og fullkomið dæmi, ef að ég stundum fastaði lengur en, þú veist, ég notast ofta fyrir svona 16 til 18 tími föstu og borða svo 6 til 8 tíma. Ef ég tek sólarhringsföstu og ég legg mig í hádeginu og það komið smá svingd á henni fyrir að sofa, hvað heldur að gerist þegar ég vakna eftir stuttan svona powernapp? Svengdin og horfin. Þú veist, hvernig getur það verið? Þú ert samt bara komið lengri tíma án matar, skilur. En það er bara því að líkaminn náði betra jafnvægi og hormónin komist í jafnvægi og þér fóru að líða betur, skilur. Já. Ef þú farið 2 vaskglös og svengdin og horfin, skilur. Ein kaffi og svengdin og horfin, skilur. En þetta getur verið mjög miskilið, sko. En svo fljóta að lefa tilfinningunum bara taka yfir að við erum sveng. Já, eða búa til tilfinningar, skilur. Já. Ef þú ert að hugsa pizza allan daginn, þá verður ekkert mjög sattur, sko. Þú veist það hvað það er, sko. Einmitt. En hvernig eins og núna, hvernig líta hlaupin út hjá þér? Hver eru svona næstu markmið og áskorun þegar kemur að því? Þegar ég kem til þín að þá hérna er ég nýbúin að skrá mig eða sækja öllu heldur, bæði í Evrópumeistaramótið í götuhlaupum þar sem ég sótt maraþon vegalengd og það er fyrsta skipti sem að Íslandurinn er að senda þá lið út á það. Að því sögðu veit ég ekkert hvort ég kemst í lið en ég ætla að sótt í þetta og það er í miðjan apríl í Brussel. Já. Og svo sótti ég þá líka í heimsmeistaramóti í utanlandshlaupum í lengri vegalengdar sem er þá 70 kílómetrar og þá yfirleitt með
það fara kannski 4 til 6.000 metra hækkun eitthvað svoleiðis. Þannig að það í september. Þannig að náttúrulega ég komið 2 stórar gulrætur, hvort ég komist inn í það þarf að koma í ljós, en svona út frá ITR-stigum og hlaupatíma og svona, þú veist, þá ég alveg svona kannski nokkuð líklegur þannig að. Já. Og það ábyggilegt það besta sem ég get sagt við fólk, að hafðu einhverja gulrót. Já. Fyrir fram að því, sko. Og að hafa eitthvað að stefna. Já, það bara þannig, sko. En hvað markmiðið þar, þú veist, tímalega séð? Já, ég náttúrulega, þegar ég var þannig Íslandsmeistari í maraþoni á síðasta ári, þá hljóp ég 2:38 og ég hugsaði svona, þetta sumar hafi ég alveg verið í formi fyrir bara 2:30, sko. Já. Þannig að það væri mjög gaman, þú veist, bæting alltaf bæting og ég væri alltaf sáttur bara með bætingu. Og þetta skiptir brautin gífurlegu máli, þú veist, Reykjavík maraþon ekkert flatasta brautin í maraþoni, þú veist, ef þú fær erlendis getur þú fundið bara margfalt hraðari brautir, þannig ég held á hraðri braut og sérstaklega í góðum hóp sem skiptir mjög miklu máli líka, þá hugsi ég að geta að fara ansi nálægt ef ekki undir 2:30 í maraþoninu, sko. Já, það náttúrulega mjög hratt. Já, þá erum við að tala 3:30 pace sem þá 17,2 km á klukkustund á hlaupabretti. Í 2,5 tíma. Það alveg hraði. Það svolítið hraði, sko, algjörlega. Þannig að hvað svona, þú veist, þá í æfingunum sem núna, þú veist, hvernig þá nálgunin, þú veist, vitandi það? Núna ég kannski svona í smá líka, bara svona Hyrox tímbili, svoleiði, sko. Að núna vorum við náttúrulega nýkomin úr keppni í Madrid sem ég fór þannig á 58-57 og svo keppti ég og Símona í parakeppni líka sem var ótrúlega skemmtilegt og þar var okkar tími mikið betri en ég átti von á. Við vorum að hugsa svona 1:07, 1:10 væri kannski raunhæft og endum árinu 1:01:41 og 7. sæti af einhverjum 750 pörum, sko. Já. Þannig að þarna kveiknaði mér bara, let's go, við erum allavega hér, sko, og mér fannst þetta rauninni skemmtilegri keppni heldur en einstaklingskeppni, sko. Já. Að það bara eitthvað við að auðvitað náttúrulega ég fekk meiri hvíld innan gæsalappa því ég talsveit hraðari hlaupari. Já. Þannig að hún þurfti að hafa sig alla við kannski í hlaupunum meðan að ég náði andanum þar en þá kom ég inn í greinina bara brjálaður, skilur. Ég ætlaði bara í jarðan. Hver einustu grein sem ég kom inn í var ég bara liggur við út hvíldur eftir hlaupið, sko, sem ótrúlega gaman, sko. En ég held að, þú veist, og við í keppninu vorum við aldrei með það í huga bara við ætlum undir klukktíman eitthvað, þú veist, við gruna aldrei við getum nálægt klukktíman. En ég held að við eigum þarna alveg talsvert inni, sko. En hvaðan svona hjá þér myndir segja þetta keppnishugafar kemur? Já, það er mjög góð spurning, sko. Ábyggilega bara eitthvað tengt í að verða betri útgáfa af sjálfum sér, skilur. Já. Og það var oft sem ég hugsaði hérna áður fyrir bara þú veist, að gera þetta á þessum tíma, ná þessum árangri eitthvað, þú veist, þetta bara galið. Og nú ég meira að hugsa bara, þú veist, hvað hægt, skilur. Af því að, þú veist, ég kom inn á þann stað í dag sem ég held að ég myndi aldrei ná, sko. Og ég hef verið að fara í hlaup undanfarin 2 ár sem ég hugsa, þú veist, þessi tími væri góður, svo ég 5 mínútur hraðari eða 10 mínútur hraðari, skilur. Já. Og ef ég að vanmeta sjálfa mér svona mikið, þú veist, hvað get ég þá gert, sko? Hvað það hægt? Já, hvað hægt, sko? Já. Að ég sérstaklega kannski út frá minni þyngd að ég passa seint í sama fatnað og hlauparani sem ég að hlaupa með hlaupatímana, sko. Þannig að, þú veist, ef við myndum skafa það líka aðeins niður hugsanlega, þú veist, en ekki það að það heilli mig eitthvað rosalega en þá jafnvel getur maður náð ennþá meira en að því sögðu langar mig kannski ekki að fara maraþon á 2:20, 2:17, þú veist, að því að til hvers, það eru ennþá alltaf einhver Íslendingar sem verða margfalt hraðar en ég og sérstaklega erlendir hlaupara, sko. Já. Og þá mun ég missa náttúrulega niður mikinn styrk og allt það sem ég hef líka mjög gaman að, sko. Þannig að fyrir mér svona þetta bæði tengt hreyfingu og næringu, þú veist, hvað það besta fyrir bara langlífi lífsgæði og bara bestur núna líka, skilur. Þú veist, að vera geggjaði núna, ekki vera þreyttur og önugur og eitthvað hér til þess að vera betri hér, skilur. Þú veist, ég bara vil vera alltaf frekar góður, sko. Já. Og 7-13 það bara eiginlega, sko. En hvað myndir svona ráðleggja, þú veist, aðalum eins og ég hljóp mitt fyrsta maraþon bara í sumar í Reykjavík og maraþoninu og markmiðið var alltaf að fara undir 4 sem ég náði. Já. En svona ef að fyrir þá sem eru kannski að hlusta á þetta langar að byrja í hlaupum eða aðalega sem að hafa kannski hlaupi maraþon áður langar að bæta sig, hvað það svona mikilvægast í þjálfuninni? Ég myndi segja að
það mikilvægasta klárlega hvernig upplifunin verður og þar skiptir þín þjálfun og þinn undirbúningur öllu máli. Af því ef þú hleypur hlaup eins og við tölum um og þér líður ömurlega og það var allt ömurlegt og það er svo auðvelt að fara með og komast með þetta hugafar og sumir hlaupar með sér búin að ákveða bara áður en þeir leggja stað það þetta verður ömurlegt og ég horf bara já, það er alveg rétt hér, þá verður þetta okkur ömurlegt en ég ætla að þetta gegja en ef þú ert illa undirbúinn og illa upplagður og ert ekki búin að sofa nógu vel og þú veist, við höfum ekki alltaf stjórn á því kannski en þú veist, að reyna að tikka í þessi bóksins vel og þú getur að þá verður upplifin svo skemmtilega og sem dæmi bara í Hæruskemni við vorum 25 manns úr ultrafan-teyminu sem var þann úti að keppa í Madrid og langflestir skráðu sig í næstu keppni samdægur svo þau kláruðu sína keppni af því að það var svo gaman þau voru vel undirbúin auðvitað var þetta erfitt skilur, þetta ávera erfitt þetta er það sem þú vilt skilur þú vilt ekki fara því að það er svo margir líka sem klára marathonið og þau eru bara búin og þú veist, og það er alveg eins allar að gera eitthvað í vinnu og vera svo bara búin nei, vinnan heldur áfram, kemur annar dagur til þennan dag, skiljur það er líka, þú veist, að ef þú tekur of stór skref í atvinnurekstri þá er bara oft erfitt að balansa tilbaka, skiljur eða halda í það jafnvægi ef þú situr hækka rána of mikið, þá kannski er bara ekki draunhæft að vera alltaf þar, sko þannig að, og það er sama, þú veist, ef einhver ætlar að fara æfi eins og ég æfi ég er búin að þjálfa mig í 20 eitthvað ár til að komast á þennan stað ertu eitthvað rugglaðar að reyna að halda við mig skilur, þú veist, sem dæmi skilur en það er sama, ég er ekki að fara að keppa við stærstu fyrirtæki í landsi, sko, mér dettur það ekki í hug sko. en hvernig svona, þú veist, að þú ætlar að verða ok, ég ætla að hlaupa hérna á betri tíma þú veist, hvar byrjaði, er þetta svona 2 æfingarnar, svona 3 æfingarnar sko auðvitað fer þetta, það er svo margt sem spilar inn í þetta, þú þarf náttúrulega að huga mörgum þáttum, þú þarf að huga svefninum, endurheimt og næringunni og öllu þessu skilur, þú þarf að vera með gott plan sem að náttúrulega þarf að svolítið stíl á þína getu, hvar ertu sem hlaupari, þú veist, ég er að leika með stundu núna með 100 km vikur, það geti jarðað annan einstakling skilur, þannig að hvar ert þú veist, hvar eru við, hvað er að gera hjá þér í þínu daglegu rútínu, ertu með 5 börn og ert að vinna 10 tíma dag og kannski bara átti ekki eins og að vera að fara í marathon skilur, það er bara átti kannski bara að gera eitthvað annað í staðinn skilur, að því að þú veist, það er í stórum verkefnum þarftu að eiga ákveðin tíma klárlega til þess að útfæra það sem best ef þú ætlar að fara í 100 km hengil últra þá þarftu bara að taka nokkrar vígalegar æfingar sem geta tekið 4, 5, 6, 7 tíma skilur, jafnvel meira og pluss búnaðurinn og allt þetta í kringum þetta skilur. Þannig ég myndi virkilega kannski setjast niður og spá í því bara ok, hvar er ég og er þetta bara raunhæft? Þetta er þú veist að koma í hópatíma í ultraform eða hvað það er þarf ekki rosalega undirbúning eða mikið plönund og það er með þess að þjálfara sem að leiðbeina þær og hjálpa þær og allt þetta skilur en þú ætlar að fara í svona stóra áskorun þá er gott að taka bara svolítið spjalli bæði við fjölskyldu og þjálfara sko, þú veist en þú veist, svo er þetta bara í raunin þetta að vinna með alla þess að þetta, þú veist að vinna með róli og hlaupin um að hjálpa í rauninu bara jafna þig eftir jafnvel erfiðæfinguna og þú veist, þú ert með 2, hugsanlega 3 þeir sem eru í besta standinu, kannski 4 erfiðar æfingar, einhverjar blöndu að brekku, tempói, intervalli, eitthvað svo leiðis í miðri viku, það er náttúrulega bara eftir líka hvað þú ert að fara að gera, þú ert að fara undirbúið fyrir marathon, þá þetta kannski að draga þess úr ákæðinu og vinna lengri vegalindinni, skilur, en þú ert að fara í 3 km, 5 km, hugsanlega 10 km, getur unni meira í hraðanum og að því að það er styttri tími vinnu sem þú þarf þar á móts við marathonið, sem dæmi, þú veist, mjög erfið marathonæfing getur verið 5 x 5 km með 3 km rólega á milli, þú veist, eitthvað svona sem að bara tekur heljarinnar orku og krefst þess að þú þurfir jafnvel bara mikinn tíma í að jafna þig, sko. Þú veist, þannig að þetta er svo margt sem að spilar inn í þetta. Mikið álag í langa tíma. Já, en það mikilvægast að fyrir fólk er bara að hafa gaman. Og 50% af því er ákveðlega það sem að þú ákveður í hausnum að þér. Þess að það er mjög auðvelt að fara í eitthvað keppnið að hlaup og ákveða sér leiðilegt og það er bara leiðilegt, skilur. En svo er hinn 50% að það er bara að vera með rétta búnaðinn og vera með rétta félagana og allt þetta, skilur, þú veist, sem er ótrúlega mikilvægt, sko. Að fara í fjallatúr í góðrafinni hóp og móts við einn, þú veist, ég hef rosalega gaman að því svo sem alveg æfi einn, en margfald skemmtilega að vera að fíblast með félagum með leiðinu og þá líka bara flýgur tíminn, skilur. Já. Myndirðu segja að allir geta hlaupið marathon? Já, allan daginn. Og ég er mikill talsmaður þess að við erum öll sama dýrið og við erum rosalega svipuð á margan hátt og
og ef við gerum sömu hlutina endurtekið þá mun aðlögunin vera mjög svipið hjá okkur. Já. Það er ekki einhver einn sem að borðar mjög óhollt til lengri tíma og er ekki að fá einhverja villur og kvilla í líkamannskilur. Það endar þannig hjá öllum sko. Einmitt. Og sama, ef þú borðar mjög hollt og hreyfið þig, þá er ekki einn sem gæst í gott form og hinir halda bara áform að vera feitir og leiðilegir. Við erum öll einskilur með þetta. Einmitt. Það er bara þannig. Já, það er rétt. Það er kannski bara hugafari sem aðskilur okkur. Algjörlega, og það er eitthvað sem ég hef stundum þurft að aðeins bara banki sjálf mig, bara heyrðu, að því ég var alveg komið stundum á þann stað þegar ég var að þjálfa kannski 4-5 tíma yfir daginn, að þetta var orðið svona bara, þú veist, sama rútínan, alltaf sama og þú veist, ég vil meina að sama rútínan til lengri tíma er mannskemmandi, algjörlega mannskemmandi sko. Þess vegna er ég mjög duglegur að, þú veist, ég er með rosalega margt, ég er með jafnvel fyrirlestur fyrirtæki, ég er með lífstíðsþjálfurina, ég er með hlaupafjárþjálfurina, ég er með hópatímana, ég er með hópnustundum, er annað þjálfur að þjálfa, ég er með hlaupum í hlaupahópnum, ég er prógrama fyrir hlaupafjárþjálfurina, þannig ég er að gera rosalega mikið, skilur. Og milli þess er ég stundum ég að smíða tæki og tól í stöðina, þú veist, ég hef smíðað práler og alls konar, skilur, þannig að og hafa, þú veist, mér er ekki mjög gaman líka bara, heyrðu, í dag get ég farið á Skagan og ég get þjálfað einn tíma hér, ég get farið í sánuna í sveitinni sem ég er búin að koma fyrir það líka og svo get ég gert þetta, skilur, þú veist. Og þetta er það sem að við held ég þrífumst á og fyrir en gerum alltaf lítið. Hvort sem það er að fara til útlanda eða eitthvað, að bara upplifa nýtt umhverfi og prófa nýja hluti. Já. Og þannig lærum við, skilur. Og í rauninni bara þannig verðum við skemmtilega líka. Það er bara þannig. Þú ert alltaf í sama farinu, þá verður það bara leiðingjant og oft verður fólk bara leiðilegra fyrir vikið sko. Það er bara þannig sko. Það er mjög góða punktur. Svona aðeins í lokin, svona að við förum tilbaka bara fyrirtækjarekstunum bara með Ultraform. Hvað myndir þú segja þar sem að þú hefur lært frá að þú stofnar Ultraform, byrjar í hlaupa fjárþjálfun og komin yfir í hópatíma núna og er að taka stórt stökk að stækka stöðuna. Hvað er svona mikilvægast í fyrirtækjarekstur sem að þú hefur lært? Sko, ég myndi segja að það sé nú ábyggilega þolinmæði þrautin vinnur alla svolítið, skilur. Að þú veist, að hafa góða sýn, að hafa góðan skilning og einmitt að hafa getu til að horfa á heildarmyndina í staðinn fyrir að horfa á einstaka hluti. Ég myndi segja að það sé mjög mikilvægt. Eins og við tölum bara, þú veist, það er mjólkaði beljuna sem gefur, skilur. Þú veist, þú þarft að passa að heilt yfir er fólk finnst gaman, það eru sátti, skilur, það virkar búnaðurinn, þetta, skilur, en ekki fara að gleyma þér í einhverju sem að skipti kannski ekkert svo miklu máli, skilur. Og þú veist, þó það komi, þú veist, aðeins minni innkoma þennan mánuð, skiptir einhver máli, skilur. Þú veist, ef þú ert að gera hlutan rétt, þá kemur svo bara ennþá meiri innkoma næsta mánuð, skilur. En þú veist, ég bara tekið einhver rand á dæmi, skilur, að vera ekki að stressa sig og detta bara í einhverju streitu ástand út af einhverju sem að jafnvel bara eftir 2 vikur, heyrðu, ups, þetta skipti einhver máli. Og ég var bara í burnout en í viku, skilur, þú veist. Í staðin fyrir bara að, heyrðu, ok, þetta er svona, við skulum ekki sjá bara hvað gerir, skilur. Þú veist, ég veit að þessu, ég ætla að passa að hafa þetta áfram svona, og þetta rúlar og gáum hvort að þetta bara lægist ekki, skilur. Þú veist, við eigum svo til í að hoppa onni í ákveðnar hólur, skilur, og festast þar, sko. Og svo bara eins og við töluðum að bara þú verður að virka sjálfur. Þú verður að virka sjálfur. Það er bara þannig. Fókus á sjálfa. Já. Og þú veist, það er auðvelt að detta ábyggilega í græðgina og þú veist, það er ekkert mál fyrir mig að ég get byrjað með nýjan hópatíma hér og ég get gert þetta og verið með Hyrox hér og gert svona og þú myndir spyrja út í allt, ég bara nei. Það er bara, ég finnst næra hell yeah, it's a no, þetta er bara no. Þú veist, þá get ég ekki jafnvel hreyft sjálf á mig. Ég get ekki sofið kannski nógu vel, ég fer að vera aðeins svo stressaður. Þú veist, ég er ekki jafn góður faðir og magi og allt þetta, skilur. En þú verður að setja grímun á þig áður og ferð að tróða þeim aðra, sko. Og mikið fórnarkostnaður. Já, algjörlega. Og það er bara þannig, þú veist, ef þú spáir í því að við miklum fyrir okkur jafnvel verða matvöru, flottri matvöru, hvort það er ekkin eða fiskurinn eða kjötið eða græmið eða hvað það er, skilur. Hvað heldur að verði sé á því að verða veikur, skilur, og vera sjúkur. Það er ótrúlega dýrt. Og ekki nóg með það að þá ert að eyða líka miklum upphæðum í eitthvað sem er ekki að laga jafnvel skapa hlut sem er enda sorglega, skilur. En hefur þú kannski bara unnið í þáttunum sem skipta öllu máli, sem var hreyfingin, sem var næringin, sem var svefnin, skilur, og bara góð tengsl við vinjan og fjölskylduna þeirna, þá hefði þetta aldrei skeið, sko.
og við erum að drífa okkur svo í gennum lífið að við gleymum því sko. Og þú veist, ef þú segir mér, já ég bara hef ekki tíma í það, þá ert þú bara að breyta þinni rútínu. Ef þú ert að vinna það mikið, þú hefur ekki tíma til að hreyfa þig og sinna jafnvel fjölskyldu og svefninum, þá ert þú bara að breyta þinni vinnu. Það er bara ekki flóknara en það. Það er rosalega erfitt fyrir þessum að heyra þetta. Ég er ekki að segja að þú þurfa að hætta, þú er kannski bara að minnka þessi vinnuna, skilur. Þú veist, til hvers þetta vinna einhverja yfirvinnutíma eða fara í einhver verkefni og græja þetta verið hinn og þennan, að þið líður samt illa, skilur, og þú ert ekki glaður. Já, verður að sjá til þess að grunnur sé góður. Algjörlega, þá getur þú byggt hana. Já, það er bara þannig. Hvar sérðu Ultraform fyrir þér eftir 10 ár? Þetta er mjög góð spurning. Eftir 10 ár erum við ekki þannig bara, þú veist, að nekt og nekt við vörklass bara? Nei. Nei, eins og ég segi, þú veist, ég passa að þú veist, svo lengi sem það er gaman, svo lengi sem það er stjórn á hlutunum og svo lengi sem allir eru sáttir, þá sé ég ekkert að því að stækka. Já. Og á sama tíma myndi ég ábyggilega ekki sjá neitt að því að minnka líka, skilur. En við erum þannig, við Íslendingurinn, að við eigum frekar erfiðara með að fara í hináttina, við viljum alltaf fara hærra og meira. Þannig að það er svolítið innbyggt í okkur og saman bara í hlaupum og keppnum og öllu, þú vilt alltaf meira. Þannig að sennilega förum við meiri þá átt, en hvort að það verður, þú veist, ég er líka mjög mikið að horfa á það hvað getum við gert betur með það sem við höfum. Í staðinn fyrir bara að stækka og fjölga stöðum og fór fleiri viðskiptavinni og vera þá kannski bara með lélega þjónusta því að við höfum ekki hugsað nóg mikið í hvernig eru þjálfarnir og hvernig búnaðar og allt þetta. Þá hugsa ég bara eins og með Ultraform í Kirkjustöðinni, þú myndir koma í stöðina, það er ótrúlega margt inni og allt er með sinn stað. Það er bara svolítið. Já. Þú veist, bara þetta tæki þetta, þannig að ég get komið ábyggilega 30 manns inn og unnið á tækjum í æfingu til skipt og svo nota aðeins útisvæði og það er bara fínt flæði og salurinn kannski 70 fermetrar, þú veist. Það er galið, en að því sögðu erum við ekki með 30 manns í tíma, skiljur. En þetta að pæla líka í þessu, hvernig mun æfingin gangu upp, þú veist, og geta mæta 10 svona fleiri en ég hugsaði, hvað ætla ég að gera, skilur. Það er ekkert mál, það ég bara hugsa æfinguna svona og það mun samt ganga upp, skilur, þú veist, alls konar svona þættir, þú veist, reynda að hugsa fram í tíman til þess að fyrirbyggja vandamál líka. Og það getur gert bara með því að, þú veist, eiga góðan búnað, eiga jafnvel auka hluti í búnaði, það klikkaði stöng, ekkert mál, ég með aðra hérna bakvið bara, tekur hana bara. Eða klikkaði tæki, já, ég bara tek tæki og það er eitt sem ég hef gert mikið, þú veist, að klikka tæki, ég er með fullkoma líkastöð í skúrinn, ég fær bara í skúrinn, ég tæki þar og hendi inn í stöðina og svo bara geri við hitt og skipta aftur, skilur. Það er svona að segja, ég stöðu bara geri við hlutina samdægur, sko. Bara tilbúin. Algjörlega, og þú veist, og þetta er bara það sem þetta snýst að, þú veist, krabbamein, Alzheimer, sykursýki, allt saman, ég er tilbúin í allt saman, skilur. Ég er búin að þjálfa mig í það að þetta bara, ég mun ekki fá þetta. Ég segi þetta við þig hérna og þú sérð á mér, ég trúi því bara, ég mun ekki fá þetta. Ég mun ekki fá lífstíðstengdan kvilla sem svo margir eru að fá í dag, að því ég geri það mikið í þeirri vinnu að fyrirbyggja það, skilur. Já. Svo það voni ég fá ekki sykursýki morgun, skilur. Tilbúin leggin vinnuna. Algjörlega, og það er bara sem þetta snýst skilur. Og sama með fjölskylduna. Þú veist, ef allt er í rú og stú á heimilinu hjá þér, auðvitað verður meiri streita og meiri þreyta og allt þetta, skilur. En allt er sinn stað og ég er viðurkenni það, ég er mikið skipulagsfrík, sko. Ef ég myndi búa einn, þá væri ég bara eins og munkur í Andesfjöllunum, sko. Og þannig vill ég vera það, bara þetta og þennan stað, þetta, þennan stað. Og ef þú veist, það leikað með þetta, þá gengur þú frá því sinn stað, skilur. Já. En að ég sögðu, þá er ég ekki einhver herfóringi heima hjá mér, skilur. Það er stundum alveg rusl og alls konar, sko. Já. En eins og bara í stöðinni, held ég sé besta dæmi. Stöðin er bara eiginlega alltaf eins, skilur. Það er ekki, þú kemur mjög sjaldan í stöðina, það er ekki einhver hópatími í gangi og það er alltaf róstú. Það bara gerist ekki, skilur. Og þetta veit bara teimið sem að við erum með að þjálfa, skilur. Það veit hvernig frágangurinn er og allt svolítið skund á að vera. Já, skipulag nummer 1, 2 og 3. Já, algjörlega. Það er bara lykillinn að öllu þegar það kemur bara öllum þáttum í lífinu, sko. Já. Það er bara mjög góð svona lokaorð. Það verður gaman að sjá stækkunni hjá okkur og hvernig það mun fara fyrir næsta spjall sem við getum tekið eftir nokkur ár. Já, og ef það, þú veist, fjölga stöðum, þá bara fjölga stöðum, en þá verður það vonandi gert með þeim forsendum að það sé réttu tími til að fjölga stöðum, skilur. Já. En svo er allt til læg líka inn á milli að, þú veist, orða góða mynd á þessu rauðinsla, sko. Slappa af líka. Njóta vegferðanar. Algjörlega. Er það glæsilegt. Bara takk fyrir að gefa þér tíma og koma í þáttinn. Bara takk hérlega fyrir mig. Ég vona að fólk hafi bara gaman af. Já, takk sem leiðis. Takk fyrir að hlusta á þennan þátt af Íslenska draumnum. Sjáðu til þess að þú missir ekki af næstu þáttum og farið inn á íslenskidraumurinn.is og skráðu á póstlistan hjá okkur. Við sendum tilkynningu leið og næsti þáttur fer í loft.